Já, það slitnaði sambandið en við vorum stödd það sem ég ætlaði að lofa þér að segja þér sögu. Já. Því við höfum verið að leita, eða ég hef verið að leita að svona dæmum verkbanni í sögunni og spurt alla sagnfræðinga sem ég þekki og ekki fundið mörg dæmi svona í nútímasögu. Það var í Danmörku að þá sendu sveitafélögin í samningaviðræðum við kennara, sendu kennarana heim. En það var raunverulega svona verið að þrýsta á, það verið svona svipað og sveitafélögin í Íslandi myndi senda starfsfólk hjúkrunarheimilana heim til að fá þrýsta á stjórnvöldum að fá meiri pening til þess að reka. Þannig það var svona ekki neitt sambarlegt. Kannski alveg sambarlegt þetta. Og það sem eiginlega dæmi sem ég fann, það er frá 1913 í Írlandi og við erum með einhverja myndir hér sem þetta er mynd sem held ég sett í allar sögur Írland. Já. Þetta er náttúrulega, kannski erfitt að átta að segja hvað þetta er. Hvað er að gerast þetta er löggan að leysa upp mótmæli verkafólks og er að lemja þarna mann og annan. Já. Og þetta er í verkbanninu 2013, nei 1913, sem var alveg frá 27. ágúst 1913 til 18. janúar 2014 og ég með aðra mynd hérna sem er af mótmælendunum og þeir eru þarna og Murphy must go og þeir eru að mótmæla því og Murphy þessi, hann heitir William Murphy og var auðugur maður, hafði svona verktakafyrirtæki pappans hafði byggt það upp og þau byggðu svona mikið opinberu byggingum í Írlandi og þegar hann var búin að erfa þetta þá stækkaði hann út og hann var að byggja víða í Vestur-Afríku og í Suður-Afríku og bara svona hluti þetta er nú nýlendustefnan eiginlega ennþá í gangi. Þannig hann var alveg gríðarlega auður og satt á þingi, var íhalds maður mikill, var í íhaldshópinnan íhaldsflokksins sem var kallað Lúðrasveit Páfans og hann keypti blöð, hann átti Irish Independent, þarna er hann með, stæðsta dreifingin stendur hann eitthvað og bætti og átti fleiri blöð sko, þannig það var vellauður maður og með eitt af því sem að hann verið ég hef kannski með aðra mynd og hann var kallaður William Murder Murphy og kallaður sem hann var einn af þessu hrækam. Þetta var svona hrækamasjóði. Þetta er eiginlega, og svona er hann eiginlega í sögunni sko. En hann sem hann átti svona borgarlínuna þess tíma. Lestakerfi. Já, eða svona sporvagnar svona sem er ofan á, ég veit ekki hvað það er ennþá í Dublin. Og þar var maður sem heitir James Larkin sem var að stofna verkalýðsfélag sem var svona eins og svona svolítið svo dagsbrún sko, af því þetta er svona samgönguverkamenn, þeir sem að vinna á höfninni og þeir sem að vinna við sporvagnarna en þetta hétt reynda sko ég myndi alltaf hafa heita sko félag flutningaverkamanna og almennra verkamanna og það er skamstafað ITG 2U ef einhvern veginn er að minna það. En þessi Larkin, hann var mikill boðberi og rós, hann var kallaður Jim Larkin eða Big Jim og þessar stórkostlugu hendur og mikill orator og hélt ræður og hafði farið víða Írland að byggja upp verkalýðshreyfingu og hans tækni var svolítið að búa til svona röð samúðarverkfalla. Það var eiginlega hans aðferð. Því ég myndaði það sem hann bar út höndunum, það er stytt af honum. Öðvöld við Murphy að þá er hann er með hendurnar þannig að það lítur að vera bara frábært fyrir dúfur að setast þarna á hendurnar á hann það lítur eiginlega að vera þetta er líka svakalega stóra hendur sem maður er með en hann er stór persóna í írskri sögu og ég meina mynda honum eða ekki mynda honum hann er Peter O'Toole að leika hann í míniseríu sem Írska sjónvarpið gerði þessi viðburður, þetta verkbann er talið vera svona stæðsti viðburðun í sko verkalýðssögu Írlands og málið er að þegar hann fer að stofna verkalýðsfélög
að þá Murphy og fyrirtækjaeigendur ætla að brjóta það niður. Þannig að þeir setja í gang svona spæjara sem að finna út hverjir í félaginu og reka þá. Fyrst eitthvað svona 30. Og þá verður svona mótmæli meðal verkamanna sem að vilja vera í verkefnisfélagi og þá reka þeir aðra 300 og eitthvað fleira, svo endan og þá banna þeir að reka alla, það er svona lockout, þeir með ekki vinna ef þú ert í verkefnisfélagi og fara að flytja þá inn verkamenn frá Bretlandi, annars þeirra frá Írlandi og þá kom var Larkin eða Big Jim með þessi samúðarverkvöld sem var að stoppa það. Þetta var 1913 og þetta var í fátækasta hluta, þetta er bara fátækasta fólki þetta er láglaunafólkið í Dublin, bara svipað og hér. Og þau voru bara rekin heim og fengu ekki að vinna og það voru bara hungursneyð. Og meðal annars að brugðist á það að það fengu styrki frá verkalýðsfélögum í það til þess að halda sér á lífi. Og ein hugmyndi var svo að verka fólk í Bretlandi og annars á Írlandi bauðst þess að taka við börnunum og því börnum voru bara svelta inn í Dublin en kirkjan sem að stóð með fyrirtækjaeigendum snerist gegn því og sagði að þetta var allt og hættulegt fyrir börnin að getur snúist til ef þau færi til Bretlands eða Norður Írlands getur snúist til mótmælatrúar og var eiginlega að vinna á móti verkamönnum og lögga náttúrulega líka hún barði bara niður mótmæli og þetta endaði ekki fyrir í janúar 1914 og það endaði að því að þá brast þessi samúðarverkfalla svona keðja sem að hafði verið og þar með minnkaði allur skaði sem að fyrirtækin sjálf verðu fyrir og enda með verkamenn gáðust upp og sneru aftur til vinnu og þurftu að skrifa undir eið að þau myndu ekki ganga í þetta verkefnisfélag. Og Larkin þessi, hann fór til Bandaríkjanna en ég hefði með mynda öðrum sem að er James Connolly, hann var líka var byggja upp þetta verkefnisfélag. Hann tók stöttu síðan þátt í páskauppreisninni 1916 og var einn af foringjum hennar og var skotinn. Það var illa leikinn eftir þannig að hann gat ekki staðið þegar hann var skotinn. Hann var bundinn í stól og svo skotinn á samt félögum sínum. Ég með mynda á honum, eða stytta á honum líka. Þegar hann er skotinn? Nei, hann er í Dublin. Ekki þegar hann er skotinn, þetta er samt svona eins og skot þarna baka. En Larkin, hann fór til Bandaríkjanna og stofnaði þar kommunistaflokk og tók þátt í því. Maður dæmdi þar í fangelsi fyrir að vera kommunisti, satt í Sing Sing fangelsinu og snýri svo aftur til Írlands og þá vildu hann ekki fá hann inn í þetta verkefnisfélag eins og oft vil verða að það komið svona annar kultúr og hann stofnaði þá svona róttakan flokk hann var Komintern, var á Stalínunni og en sá flokkur hann síðan inn í verkamannaflokkin en þetta, ég veit ekki hvort að sérðu ykkur líkindi með þessu og eflingaverkmanninu. Þetta snýst náttúrulega að brjóta niður ákveðu verkefnisfélag. Þetta snýst líka bara það hvernig kerfin okkar hafa verið bara að hólast að innan smám saman síðustu áratugi og við erum komin núna á þannan stað einhvern veginn, þar sem að við erum að sjá samleikingu við bara tíman áður en að þau eru byggðu upp, skilurðu. Þetta er áður en það er bara verið að hafna því að verkalýðurinn megi vera með skipulög kjarabaráttu. Einmitt. Og við erum bara því með komið þangað hérna í Íslandi. Er það ekki bara að fara eldsnögti yfir aðra fréttir? Það eru bara gesti sem við ætlum að tala ástandi í samfélaginu. Já, það eru nokkra svona hörmungafréttir í dag. Það var bruni á Tálknafirði þar sem að kveiknaði í tilvonandi fiskeldis stærsta hús á Vesturum. Já, Arctic Fish sem átti að taka í notkun í júní. Það var ekki einu svona búið að taka í notkun. Bíll rann út í fjöru í Skerjafirði sem betur fyrir ekki manntjón þar. Maðurinn sem var kona fannst á gangi í Nauthólsvík. Þetta er svo uppafið eitthvað í svona spennusögu. Kvikmynd, já, eða eitthvað. Já, einmitt. Og svo voru átökur réttasal þar var að taka fyrir málið í Borgarholtsskóla þar sem var hnífaárás fyrir 2 ár síðan. Nú, svo voru allavega fréttir eins og Jón Gunnarsson ræddi
á Speglinum að tala hugvíkandi efni fyrir fanga. Já, rosa fyndi viðtalið, skora fólk á að lesa þetta. Já, það bara sagt að þetta getur orðið strömmkurfi. Þú hlustaðir á þetta, já. Já, getur orðið strömmkurfi í meðferð við fólki sem er orðið fyrir áfallaröskun og við náttúrulega fylgjumst með því og það náttúrulega kannanir sem sýna það að áfallarsteytur röskun er mikið vandamáli á föngum og líka lögreglunni sem hefur lent í svona átökum en ég er náttúrulega dómsmálaráðherra en þetta er náttúrulega heilbrigðismál en þetta kemur mér ekki við. Kári hefur verið eitthvað svona uppfræðangrunn Seljum með þetta við tröðum það í gæra Jón Gunnarsson var áhugaverðasti ráðherrann. Þetta viðtal undirstrykka það. Þetta undirstrykka það, já. Það viðskiptafrétt Hafró að þegar við erum verið að tala kvótan og svona það var verið auka lónukvótanum talið að verði aukið 100.000 tonn og það er álitið að vera svona 10 milljarða virði. Já. En það er 2 sjávarútvegsfyrirtæki í Kauphallinni, Brim og Síldarvinnslan. Við fréttinnar hækkuðu bæði 11,4 milljarða, þess að meira heldur en að getur orðið söluverðið á kvótanum, á fiskinum. Þá þarf náttúrulega eftir að borga þann kostnað en samt hækka fyrirtækin verði meira heldur en allt söluverðið. Já, þetta er alveg magnað. Þetta er braskmarkaður. Algjör braskmarkaður. Svo var líka, sástu það að Björn Bjarnason var að skamma Mókan sem gamla vinnustaf. Já, hann var að skamma Davíð. Það fyrir að birta lestabréf frá sendira Rússlands. Já, einmitt. Það vil reka sendi hér hann heim. Athugasemdalaust. Já, einmitt. Það ég held ég að sé eiginlega rétt ábending hjá Björn Bjarnason. Það er undarlegt að byrta þetta athugasemdalaust. Já, einmitt. Og mér minnir svona þegar í kalda stríðinni þá hafi stundu verið byrt svona og þá var þetta svona inngangur eitthvað það, af hverju þetta byrt. Ég veit ekki. Nei. Þetta er ekki fyrsta skipti sem Björn og Davíð. Þeir eru kannski ekki bestu vinir, sko. Nei, það er eitthvað svona, ég held að Björn sé ekki eins mikil trumpisti og Davíð. Nei. Það er svona, það er vík á milli vina. Já, einmitt. Herðu, svo var það neyslur í mig Ylja, því verið lokað eftir viku. Þannig að það er svona það verið að loka öllum mannúðar úrræðum. Já, öllum svona velferðar úrræðum einu á fætur öðru. Þannig að það er eitthvað svona sem að væri áhugavert að ræða líka áfram aðeins hérna á samstöðinni. Já, fáum ykkur frá sem þekkir og getur sagt okkur frá neyslurýminu í Ylju. Gerum það. Okay. Herðu, þá látum við þetta duga sem frétti dagsins og afsakið aftur slitnaði útsettingin á okkur en við höldum áfram ótröð og hér á rétt og eftir kemur gott fólk og ætlar að ræða ástand í samfélaginu. Þetta er augnablik.
Herðu, við erum komin hingað eins og við gerum oft á 50 eða svona hundaferð, að þá fáum við fólk hingað til þess að hjálpa okkur að skilja samfélagi sem við búum í og hérna eru komin Þorgeir Tryggvason, Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og Árni Daniel Júlíusson. Verið öll velkomin. Herðu, þetta er kallað fordæmalausi tímar og þá verður maður að fara að fá hjálp til þess að skilja hvað svona tíma maður er að lifa. Og það eru rosalega átök í samfélaginu og náttúrulega fyrst og fremst í kringum þessi kjaramál. Ólína, má ég spyrja þig, hvernig upplifir þú það hvað eru átökin? Það er náttúrulega sverfa til stáls á milli þeirra sem meira eiga og hinna sem minna eiga. Það er náttúrulega að kristallast núna þessi sívaxandi misskipting sem hefur verið að eiga sér stað í samfélaginu undanfarna áratugi. Og svona, það var líka á tímabili ákveðin þróun innan verkalýðshreyfingarinnar fannst mér þar sem hún slæviðist, stéttabaráttan slæviðist verulega á tímabili. Svo þegar Sólveig Anna kemur til sögunar, þá kemur hún svolítið eins og ferskur vindur inn í þetta allt saman með nýjar áherslur og endurvekur svolítið gömul grunngildi í sérstaklega í verkalýðsumræðinni. Og svo hafa náttúrulega orðið verulega átöku kringum það. En það sem mér sýnist, harkan í þessum átökum núna, sýnist mér stafa af því að atvinnurekendur gera sig grein fyrir því að þeir gera sig grein fyrir þessari vaxandi andstöðu eða þessari að þeir sjá sér hag í því að reyna að brjóta á bak aftur núna í eitt skipti fyrir öll þessa sjálfstæðisviðleitni. Þetta drepið áður þetta verður stærra. Já. Það skýrir náttúrulega þessu ofsafengnu viðbrögð hjá SA og ég get ekki, maður hefur náttúrulega heyrt talað um verkbönn í tengslum við verkföll í tímans rás, þó hefur því ekkert mjög oft verið beitt en verkbann af þessari stærðagráði held ég að sé alveg óheyrt að setja 21.000 manns í verkbann og senda það launalaust heim sem viðbrögð við verkfallsboðun 1700 félagsmanna í Eflingu. Það er verið að tífalda áhrifin af vinnustöðvun. Það er ansi ríflega ílagt af hálfu atvinnurekenda myndi ég segja og viðbröðin sé ekki í takt við svona þína raunverulega kjaradeilur, þannig að það hlýtur að vera eitthvað annað sem liggur á baki. Já, ég held að þetta sé pólitískur þrýstingur sem verið að setja núna og það er eitthvað stærra plan sem liggur undir hjá atvinnurekendum heldur bara að eiga við þetta eina stéttafélag en þeir sjá náttúrulega í þessu tiltekna stéttafélagi ákveðna ógn. Auðvitað getur spilað inn í þetta líka eitthvað persónulega óvild á milli forystumanna SA og Eflingar. Það er ekkert ólíklegt eins og orð hafa fallið á milli þeirra. Og oft við gerst svo sem það bara skipta ég meina, menn eru náttúrulega bara í þeim í sínum hlutverkum og Sólveig náttúrulega sérstaklega í sínu hlutverki fyrir sitt félag í tvímælalausu umboði fyrir það sem hún er að gera. En viðbrögð atvinnurekenda finnst mér ekki vera í neinu samræmi við tilefni þannig að það er alveg greinilegt að þeir vilja leggja meira undir í þessu. Þorgeir, kannt þú að lesa inn í hug Halldórs Benjamíns og hans? Nei, mér finnst nú ansi mikið lagt á sig sérstaklega kannski í þeim armið að tryggja það að enginn viti hvað þeir eru að hugsa það mér finnst svona mælsku bröðin sem er beitt eru þannig og svona fyrir utan þetta róttæka og grimmilega verkbann þá hefur mér nú svona fundist svona mikill áhugi vera fyrir því að láta umræðuna snúast eitthvað annað en deilan snýst að deilan snýst möguleika fólks á að komast af á laununum sínum og en umræðan er alltaf að þokast inn í annars vegar náttúrulega svona einhverja mjög nýjálulega lagatæknilega atriði í sambandi við miðlunartillögur og allt það og svo bara einhvern þras persónur og kurteisi og einhver orð sem hafa fallið og bara svona að flækja málin þangað til að allir eru búin að missa listina en undir niðri kraumar náttúrulega málana sem að Sólveig Anna var svo ósmekklega að setja á dagskrá að launin duð ekki.
Finnst þér það vanta bara í umfjöldum fjölmiðla að segja frá því hvernig fólk í Eflingu hefur það? Já, það var nú reyndar einhver ávæningur af því áðan. Það var bara í síðasta fréttatíma, þá var aðeins verið að tala við fólk niður á Austurvelli það, en ekki verið að tala við áhyggjufulla fyrirtækjaeigendur að fyrirtæki þeirra að vera lokuð. Það gerist líka þegar Efling fór í Hörpu, þá loksins heyrði smá raddir. Þetta er snjallt á Eflingu að vera eitthvað það sem er fjölmiðlamenn mæta, þá heyrast raddir almennina félagsmanna. Já, og svo má nú líka bara vera að þetta verkbann setji það svona svolítið fókusin á það að málstæður þeirra hljóti að vera einhvers virði úr því að það má ráðast á hann með þessum krafti. Mér finnst fjölmiðlarnir hafa svolítið verið einhliða, voru það sérstaklega framan af, einhliða í sinni umfjöllun þessi átök og það var á tímabili sem að mér sé að talað kjaradeilu Eflingar og það vantaði viðfangið, vantaði SA og það er að gera það í dag umræðan var alltaf lengi vel bara á forsendum samtaka atvinnulífsins, endalaus viðtöl við þá. En þeir eru það er svolítið eins og áherslan sé að breytast og kannski tímabært fyrir löngu. Daniel, ég verð að geta þess að þú ert mágur umræddara Sólveig Önnu. En hvernig, ef þú lyftir upp úr því hlutverki, hvað er átökin? Mér datt í hug þegar þetta fór á stað ég man ekki hvernig það var, þá datt mér í hug að nú stendum við í nógu deilu hinna nýju eða henn nýja borðarslag það eru tveir frægir slægir frá 4. áratugnum í kreppunni og þá var staðan þannig að það var róttækurarmur sem stýrt var að Einari Olgeirssyni og það voru kommunistar og þeir höfðu Einar Olgeirsson hafði algjör yfirráð í verkalýðssambandi Norðurlands og Alþýðuflokkurinn, hann var hundóanægður með þetta og það var sem sagt allt gert til þess að kveða niður þetta bandalag þarna fyrir norðan og þar á meðal voru stofnuð gul verkalýðsfélög á Akureyri og bara allt Norðurland, það er að segja gul verkalýðsfélög, það er að segja verkalýðsfélög sem voru stofnað annað verkalýðsfélag við hlýðina á því róttæka sem að menn töldu sig geta haft betri stjórn á. Og þetta virðist vera eins og þetta sé núna, mér datt þetta í hug þegar þú veist, þetta kom ansi mikið á mann þegar sáttasemjari ríkisins leggur fram sáttatillögu sem að beint upp úr tillögum samtök atvinnurekenda. Þetta er svo eitthvað furðulegt og augljóst að það er eitthvað annað í gangi heldur en viðbrögð við venjulegri kjarabaráttu. Þannig að mér datt það í hug, þetta væri verið að núna áttu þetta fólk sig á því að það væri komin fram róttækur armur í verkalýðshreyfingunni og hann ætlaði ekkert að fara. Og þá grípur sig einhvers konar desperasjón því að þetta mjög desperat aðgerðir að ráða ríkissáttasemjara til þess að hann byrjaði bara að eyðileggja embættið basically. Leggur það í rúst sem sáttamiðlari og í öðru lagi þá gripið til verkbanns sem hefur ekki frést af síðan og Írlandi 1913. Þetta eina sem ég finn Já, það var ég bara áhuga sakfræðingur að googla bara eitthvað. Annað verkbann í Danmörku 2013. Það var þegar kennararnir voru fristir út í En var það ekki að krafa á ríkisvaldið, þar sem að sveitarfélagin að gera kröfu á ríkisvaldið út af, þannig skil ég það, en það kannski það þótti líka sérstakt í Danmörku það var senda kennarana heim og menn eru ennþá að hesta það en þetta alveg og það svo margt sem einhvern veginn úr takti og í ólægi það eins og þessi panik í viðbröðum stjórnvalda, viðbröðum atvinnurekenda, það einhvers konar svona eins og Dani segja verðni af lafi. Má ég pröfa að spyrja ykkur einu þá? Segjum þetta sé svona eins og þegar Trump var, og þá var það sagt, þú veist, nei, bandarískt samfélag mun standast þetta.
og fyrst kemur þú nefnir miðlunartillöguna sem að svolítið held ég að gengi fram af flestum sko, að væri bara tekin, það bara passar ekkert við sko reynslu okkar á svona sáttum að sé teki bara annað sjónarhornið og það einhvern veginn gekk ekki eftir og svo var það svona alls konar hugmyndur að þetta því kært og að sömuleyti hefur ekkert að þessu gengið eftir og núna þegar komið þessi tilkynningum verkbann og þá hættir Efling við slutaverkbannunum skilur þá svolítið eftir í þessu. Ég held að sé töluvera líka fyrir því að verkbannið verður bara dæmt ólöglegt í félagsdómi, það líka góðar líkur á því. Það alveg hugsanlegt vegna þess að sko þetta sko pólitísk verkbönn eru ekki alveg lögum samkvæmt og þetta hefur svo sterkan pólitískan keim og þarna eru sko fyrirtæki og atvinnufyrirtæki að greiða atkvæði í þessar stóru atkvæðagreiðslu jafnvel fyrirtæki sem hafi ekki einasta eflingarstarfsmann á sínum vegum. Það mætti ekki hinum veginn sko. Já, ég get ekki kosið að þú færir verkvall. Nei, ég segi það. Þannig að sko það einhvern veginn bragurinn á þessu svo sterkt pólitískur og umfangið náttúrulega svo gríðalegt. Hér mun lamast allt ef að þetta gengur eftir. Þeir voru nú búin að hafa ansi mikil og sterk orð það atvinnurekendur hvað myndi gerast þegar bensínafgreiðslumenn færu í verkfall og og einhverju fleiri sko og starfsfólk á hótelum en svo ætla þeir að setja 21.000 manns í vinnustöðun og hvað gerist þá? Og sko gegn hverju mun þetta beinast á endanum sko ég ansið að þetta muni geta betið í skottið á sér. Já og það einhvern veginn þegar að dómur fjallum að Efling þyrfti ekki afhenda félagaskrána til þess að geta greitt atkvæði þá var talað við ráðherra sem atvinnumála sem segir að þetta þýðir að það þurfi að endurskoða vinnuröðgjöfina svo kemur þetta verkbann sem að mögulega geti hugsanlega verið dæmt ólöglegt en ef ekki þá myndir maður nú halda að það sé þá heldur betur tilefni til þess að fara í þessa endurskoðun þó hún hafi kviknað af einhverjum öðrum orsökum. Akkurat. Hvað finnst ykkur það með viðbrögð ráðherrann að segja að úr því að það sé ekki að þröngva sér miðlunartillögu upp á Eflingu að þá verður bara að breyta lögunum eins og það sé hægt að verða að vera. Sko þetta er bara partur af þessari svona seríu af furðulegum atburðum sem í gangi, það er miðlunartillagan, það er verkbanni, það eru fjölmiðlarnir hvernig þeir láta eins og Ólína var að tala og síðan sjáum við verkalýðsráð samfylkingarinnar, þar er telt fram fólki sem að eru bara nánast opinberi stéttsvikarar, þú ég að segja og þetta vitna til Ólafur Helgur sem hefur kært ASÍ og reyndar SA og Íslenska ríkið fyrir félagsdóm ritari stjórnar og varaformaninn Agníasku Evu. Ég bara tek undir greiningu Sólveigar Annu á því máli og síðan höfum við sko ráðherra flokk Vinstri grænna sem að eru að satt sér ekki að svona beita miklu á kröftum sínum til stuðnings alþýðinni samt á þetta að vera Vinstri grænn flokkur. En þessi hugmynd að það að sáttasemjari geti ekki þröngvað miðlunartillögu upp á verkefnisfélag það bara ekki allir sammála því að það eigi að vera að hafi nokkuð tíma verið þannig. Þannig að allt í einu verður þessu hugmynd bara einhvern veginn til að úr því að það ekki hægt, þá verður bara að breyta lögunum svo þetta sé hægt. Já, það nefnilega svolítið sérstakt og það má alveg setja sko spurningamerki við þessa þróun sem hefur verið með stóra samflotið í þessum samningum yfirleitt að sko eins og þegar Efling sker sig frá núna þá látið eins og það sé einhver kórvilla en staðreyndin þetta svo að samningsrétturinn hjá verkalýðsfélögum, hjá stéttarfélögunum. Þau eru með samningsréttin. Ef það hendar þeim að fara í samflot og þau meta sína hagsmuni þannig að það borgi sig, þá gera þau það. En það ekki hægt að áfellast stéttarfélag fyrir að vilja ekki vera með í samflotinu. Og ef að það orðin einhver sjálfstæður röksemd að samningar við aðra í samfloti hindri það að hægt sé að gera eflingarsamning við eflingu sko þá verkalýðsbaráttan komin líka bara út í svolítið töluverðar ógöngur, myndi ég segja. Þá þetta orðið svona, að því að menn tala oft höfrungahlaup, þá þetta orðið eiginlega öfugt höfrungahlaup, þá bara sá sem blikkar fyrst hann bara með samningsréttin fyrir hönd allra og þess að getur valið hver það Já. Og það það getur eiginlega ekki verið að það hafi verið hugmyndin. En samt sko
þá hefur það verið eiginlega, og ég held að það hefur gerst einhvern tíma fyrir einhverju, kannski þessu tímabili sem þú ert að lýsa, að verkalýðshreyfingin og alþýðusambandið felst einhver leiti inn á þetta. Þó svo að hafi ekki verið bara, þú tekur hennar samning eða bara það var ekki neitt, að það var svona, það verður að vera innan ramma þessa samnings. Sem að ég næ ekki alveg af hverju sjónarmið verkalýðshreyfinganna. Því það ætti að vera þannig að ef þú nærið einhverju meiru, þá bara hærra gólfið þegar ég byrja næst. Sko. Já, ég held þetta hafi byrjað að þróast upp úr þjóðarsáttasamningunum á sínum tíma og þá voru náttúrulega mjög ákveðnar aðstæður í samfélaginu sem að skýrðu það að menn ákváðu að taka höndum saman. En af því ég tengist nú svolítið verkalýðsbaráttu fjölskyldu, tengdafaðir minn Pétur Sigurðsson var forseti Alþýðusambands Vestfjarða og ríkur þáttakandi í þjóðarsáttasamningunum og stóð fyrir ekki alltaf í liðinu og stóð fyrir verkfallinu 97 þegar barist var á bryggjunni fyrir vestan og svona að sko ég man bara mjög vel eftir því að því þá var ég fréttamaður og ég var að fylgjast svolítið vel með og ég rætti þetta oft við hann að sko verkalsfjórfóringarnir gömlu, þeir báruð það mikla virðingu hver fyrir öðrum að ef að menn sömdu betur, þú veist, þá komið þeir aldrei í bakið hver á öðrum með það. Þeir litu einmitt svo á, þeir samglötust ef að, og sko þó þeir væri kannski ósáttir, eitthvað innbyrðis út af einhverjum samskiptum, þá stóðu þeir alltaf saman út í frá. Og það var bara samstöðu krafan, hún var bara býsna rík, þessi móralska krafa. Það hefur svolítið látið undan, sýnist mér á atburðum síðustu missera á ára, í miður. Einn kunningi minn sko talar að fólk hafi gleymt hvernig á að gera verkföll, hvað fer fram í verkföllum og hvernig verkalýðshreyfingin á að haga sér einmitt við svona aðstæður þar sem að einhvers klífur sig út úr og ætlar þá að stinga hann í baki, það þekkst ekki í gamla daga. Það var eitthvað svona heiðursmannasamkomulag. Sko. Það er heldur ekki klók stefna, sko. Nei. En ég maður kannast við, og þeir kannast við náttúrulega líka að fundið að flugumferðarstjórum og svona fámennum stéttum sem að höfðu einhvern veginn svona líkiltök, þannig að verkvöldur voru hættuleg, stundum við lækna og svona, en svona við svona breiðan massa, þótt að hann reyna að fá eitthvað meira, ég bara man ekki eftir þessu. Sko, og svona láglauna og líka svona láglauna hóp, sko þetta náttúrulega það stéttarfélag sem með sko flesta láglauna, erfiðisfólk og láglaunafólk innan sinna raða og það allt öðru vísi þó slíkur hópur beiti afli sínu, lögmætu afli til verkfalla og annað, heldur en þegar sko sá sem valdið hefur og vinnuveitendavaldið kemur af þvílíku ógnar afli eins og atvinnurekendur að gera núna, það svo mikið ofbeldi að ég held að fólk sé bara svolítið slegið yfir því. Og þetta bara hópur sem þarf að greinilega, reglulega að minna á mikilvægi sitt. Það þarf ekki að segja manni í löngu máli frá mikilvægi flugumferðarstjóra. En við þurfum að finna fyrir því hvað gerist þegar að félagsfólk Eflingar hverfur á vettvangi. Einmitt, ræstingafólkið, Þeir fáið að upplifa þetta á 50 dagi næsta. Það verður eins og risastór kvennafrídagur. Þar sem að sko við sjáum mikilvægi láglaunafólks sem eru mikið til innflytjendur og stóruleiti konur þegar þau ganga bara út úr samfélaginu undir forystu Halldórs Benjamins að þá mun Íslands samfélag sjá hvert mikilvægi þess að fólks býst við. Það verður sögulegu dagur. 2. mars verður kannski þetta haldið hátíðlegt. Árni Denni, þú nefndir VG, hvernig finnst þér svona pólitíkin taka þessu? Þetta náttúrulega rammpólitískt mál. Það eins og allir séu hálfhræddir að tala við þetta. Já, það eru 2 þingmenn held ég sem hafa tekið málstæði Eflingar. Jóhann Páll? Já, einn í Samfylkingunni, annar í Pírötum, sko. Eyjólfur Ármannsson í Fólki fólksins, ég manni því. Ok, svo var að koma ályktun frá ungum jafnaðarmönnum gegn verkbanninu og næja með það. Og þá nú Samfylkingin ekki alveg að klikka. Nei, reyndar ekki. Og síðan það fólk sem bara eins og Sigurður Pétursson sem bara virkilega hefur greint stöðuna vel og þegar hefur leitað til hans. En sem sagt með pólitíkina þá erum við sem sagt að sjá núna þessa, það margt í því sko, en það stefnuleysi. Við erum með ríkisstjórn sem að getur ekkert. Hún alveg annars vegar vegna afls sjálfstæðisflokksins sem stendur á bremsinu í öllum hlutum og hins vegar vegna bara þess að það sem virkaði í COVID-inu,
það sem sagt svona þjóðarsáttum að allt ætti að vera látið í friði, það virkar ekki núna. Það þarf sko, það sem sagt stefnuleysi, það engin viðleitni eða prósess eða plan hjá neinum að búa til einhvers konar stefna að einhverju þjóðarsátt svona eins og þessari þjóðarsátt, en reynda þetta vera svolítið öðruvísi þjóðarsátt. Mér fannst þjóðarsáttinn, þú fyrirgefur Ólína, 1990 vera þjóðarsátt nýfrjálshyggju. Nú þarf einhverja aðrar þjóðarsátt, það þarf þjóðarsátt gott velferðarkerfi til dæmis, gott húsnæðiskerfi, gott heilbrigðiskerfi, New Deal. Já, og við erum að sjá sko í Bandaríkjunum, þar sko forseti sem að kemur öllum á óvart með því að taka inn til sín Bernie Sanders, hann bara situr á fundi með sósíalistanum, lýðræðislega sósíalistanum, og hefur tekið inn element frá hans stefnu, en það ekkert svoleiðis að fæðast hér sko. Sko það ég tek alveg hjartanlega undir þetta, vegna þess að það sko, það sem hefur verið að ergja mig síðustu ár, sérstaklega eftir ég hætti á þingi, það innihaldsleysi íslenskra stjórnmála. Þau eru bara ekki neitt. Það eru engin ekki fyrir en sko núna þegar við sjáum þessi stéttaátök, og að mörguleiti eru þessi stéttaátök mjög holl. Þau þurftu að koma fram, þau þurftu að skerast í odda þó að aflið sé full mikið sem beitt á annan bóginn. En sko við erum hér með samfélag hvers innviðir eru margir hverjir bara alveg að niðurlotum komnir. Hvað sem við lítum á heilbrigðiskerfið, menntakerfið. Já. Þú veist bara það margt í og bara félagslega tryggingakerfið og húsnæðiskerfið var bara eyðilagt. Stór liður í því og hvernig mátti það vera að ójöfnuði sem að gjósa upp algjörlega. Og ég skil það nú ekki ennþá hvernig það gat gerst að félagslega húsnæðiskerfið á Íslandi var í raun og veru bara brotið algjörlega niður. Og þetta eru hinn verðugu verkefni sko samtímans og stjórnmálamanna í dag, en eru þeir að tala þetta? Og er eitthvað að gerast einhvers staðar? Það verið að sko það rísa hér upp einhver fasteignafélög sem að maka krókin á eymd fólks á leigumarkaði og maður horfir á sko þvílíka misskiptingu og svona bara ákveðið siðleysi. Sko þetta ekki einu sinni nýfrjálshyggja, þetta bara sko siðleysi getur líka fólkist í fullkomnu áhuga á aðgerðarleysi, bara vanrækslu. Það nýfrjálshyggjan. Já, ég meina þú veist það er ekki nein glóra í galskapinu sko. Og mér langar að nefna borgarskjalasafnið og það mál, það finnst mér að vera sama meiði. Það einhvern endurskoðunum fyrirtæki ráðið til að sko reikna borgarskjalasafn út úr borginni. Já. Og þetta á vegum og Reykjavíkurborg leggur það sjálf til að það sé lagt af saga borgarinnar, heimildagrunnur, heimildasjóður borgarinnar fyrir fræðimenn framtíðarinnar. Rökin það ekki skilgreitt í lögum þetta sé okkar business. Akkurat, og þetta fullkomið stefnuleysi, sko þetta og þetta eiginlega vanræksla hlutverkið, hlutverk stjórnmálamannsins. Og einhvern veginn svona kynnt og sett á dagskrá eins og þetta sé smámál. Já. Eins og þetta sé eitthvað sem hægt bara svona að klára. Akkurat. En varðandi pólitíkina, þá ráðherrar svara náttúrulega því að þeir eru spurðir, ætlið að grípa inn í og það rétta svarið náttúrulega, það hlutverk þessara aðila að semja, það ekki hlutverk ríkisins sem bara rétt. Ríkisvaldið á ekki að grípa inn í kjaradeilur. En þetta eins og pólitískt mál, þannig að pólitíska umræða þetta fjall þetta. En þá sagt einhvern veginn, þetta bara þeirra mál og þar við ekki að fjalla þetta, það ekki þannig. Með þetta í annar mál sem eins og Samherjamálið sem rampólitískt mál. En þá sagt, nei við ætlum ekki að ræða þetta því þetta málefni dómstólum. Hvað ætla pólitíkinn að tala um? Þetta akkurat dæmi innihaldsleysi sem ég var að nefna sko. Og það náttúrulega þetta svolítið undarlegt að sjá sko VG í þeirri stöðu sem þeir eru núna. Algjörlega í járnum samstarfsflokkana þessi flokkur sem sprottin beint upp úr kviku íslenskar verkalýðsbaráttu upp úr borðaraslagnum og nóguslagnum. Já, þannig að sko og það er mjög sérstakt að verða vitna því að þeirra skoðana og athafna leysi sko og samstöðu skort getur við sagt gagvart sko baráttunni
gagnvart sjónarmiði láglaunafólks, kröfunni að hafa laun í sig og á og að endar nái saman. Það er mjög einkennilegt að sjá einmitt þennan flokk, svona lamaðan. Mér finnst ég sjá beina þráð á milli vinstristjórnarinnar 2009 til 13 og framistöðu vinstrigranna núna. Sko þar var, stjórnin var lömuð eftir gríðarlega átök innan vinstrigranna, 2 síðustu árin sem hún satt. Hún byrjaði á því að taka til greina ákveðna kröfur mótmælenda, bara alveg á fyrstu mánuðunum. En svo fór þetta út í umsóknum Evrópusambandsaðild og iSafe slæginn allan og þá kom forsetinn Ólafur Ragnar Grímsson inn í málið og þjónaði því hlutverki sem að vinstri flokkar ætti að gera. Hlusta á fólkið. Já. Þannig að þarna þetta er kemur ekkert óvart að þú talar klopningin inn í VG, það var mikil klopningur og einhvern tímann taldi það til því að hvað margir fjallu fyrir borð og svo hélt það áfram á síðasta kjörtímabili, þá fjallu 2 þingmenn fyrir borð og gæti þetta haldið áfram? Hvað er hægt að taka lengi utan af VG? Og hver kjarnin svo þegar maður þetta laukur, það engi kjarnin að það í þessu? Já og eitt er það nú, hvernig flokkurinn þrífst en hvert fara munaðalausu kjósendurnir, hverjir voru að kjósa, hvar standa þeir miða við flokkin og hvert leita þeir þegar þeir sjá að honum er ekki treystandi og hann bara hefur engan hrygg. Það er eitthvað sem verður mjög fróðlegt að sjá. Já, kjósendur hegða sér náttúrulega svo ótrúlega ólíkan hátt Þetta eru margir einstaklingar það er slætt af fólki. Það eru margar sjálfstæðar ákvarðanir. En talandi aðgerðir stjórnvalda, áður en stjórnvöld fara að skipta sér að þessu frekar með inngripum, þá hlýtur að koma til kasta ríkissáttasemjara. Að koma með miðlunartillögu núna og ég hafi hinn verið ótímabær þá væri þessi verulega tímabær eins og staðan er orðin. Það gerist nú alltaf öðru hverju að maður gargar á sjónvarpið að nú á að spurja að einhverju sem að ég myndi spurja og eitt af því var náttúrulega þegar að hann var rétt kominn til leiks og allt var í hnút og hann er spurður og hann hefur verið spurður síðan nokkrum sinnum er ekki núna tími til að leggja fram miðlunartillögu og hann hefur alltaf sagt nei. Og hvað segir það hina miðlunartillöguna? Það væri mjög gaman að heyra hans álit á því. Gilda ekki rökin fyrir þeirri miðlunartillögu einmitt núna? Það er ein svona setning sem að fylgir oft þessu þegar hann segir nei, en það er að ég er auðvitað að tala við menn allan daginn. Og líklega, og ef maður trúir því að hann sé að reyna að finna það, hvar gæti miðlunartillagan legið, að ég geti trúið að hann sé bara oft á dag að heyra í fólki til þess að reyna að átta sig á því hvar gæti ég hitt á miðlunartillögu sem annar aðilinn hafnar ekki. En nú er náttúrulega Sólveig Anna kom náttúrulega með útspil núna síðdegis sem ég taldi mig hafa heyrt í kvöldfréttunum þegar hún segir það væri hægt að semja við okkur innan þess kostnaðarramma sem samtök atvinnulífsins hafa varðandi hina samningarna sem hafa verið gerðir. Og ég meina, hvernig stendur á því það er ekki látið á það reyna hvort að þeir útreikningar standast? Það er bara greinilegt að það er ekki viljið til samninga. Það er frásögn Eflingar, þau hefur verið komið mjög nærri þessu, þau fjallu frá 15.000 króna framfærsluuppbótinni, þau fjallust á að hagvaxtaraukin sem tilheyrir lífskjarasamningnum og detta inn í apríl falli inn í þetta og eftir stóð bara það að laga launatöfluna þannig að hún væri jaft kostnaðsum fyrir fyrirtækjaeigendur í Reykjavík og fyrirtækjaeigendur út á landi. Af því að út á landi er fólk með lengri starfsaldur og eitthvað fleira, þannig ef að samningur SGS sem var með brattari hækkun eftir því sem fólk verið með lengri starfsreynslu væri fluttu til Reykjavíkur, að þá yrði kostnaðurinn sem að væri kannski metin á 8,7% út á landi, yrði kannski bara 6,3% í Reykjavík. Eitthvað svoleiðis, og ég gef bara eitthvað svona dæmi. Og þau töldu sig verið búin að finna einhverju töflu og væri á leiðin á því,
en þá allt í einu kom Samtök atvinnulífsins með sína eigin töflu og þá var það bara komið út í 2.000 krónum meira á fyrsta þrepi heldur í starfsgreinasambandinu en 4.000 krónum minna á efsta. Og það er þetta sem er svo óþægilegt sko, að því að þetta eykur svo tilfinninguna fyrir því að Samtök atvinnulífsins, þessi samningur er ekki það sem máli skiptir. Þau ætla að brjóta bara efling og bak aftur. Af því að sé þetta allt saman rétt, þá náttúrulega hljómar þetta eins og nákvæmlega það sem hann gera bara sólarhringum saman í karphúsinu, að leysa svona mál. Ekki með því að setja á verkbann. Og bakgrunnurinn er sko óðagróði fyrirtækja sem eru mörg ferðþjónustu fyrirtæki búin á stórar fjárhæðir í styrki í COVID frá Íslenska ríkinu, frá almenningi og svo framvegis og þannig að þetta fólki svona þú veist bara þetta svo fólki blöskrar bara held ég stóra hópum sko. Það er náttúrulega annar sem er bakgrunnur þessar samninga sem er náttúrulega mikil verðbólga og svo er ógnargróði, ég held að segja það, bara fyrirtækjarekstur aldrei gengið betur heldur en í fyrra og bara hverju meinast að degi koma tölur sem að ítöndu það var að koma núna í morgun sem sagt bara virðisaukaskattsveltu tölur frá Hagstofunni og þá er bara veltan sko fyrirtækjunum er eitthvað 14,5% í 9,9% verðbólgu, þannig að það er sko mikil veltuaukning umfram verðlag og sem mætti að þýða að það verður ekki svigrúm til þess að það er bara líka bara hagnaði fyrirtækja og það er svigrúm, miklu meira heldur meira vel á starfsgreinasambandssamningnum. Já, og við vitum það öll vegna sem við höfum fylgst með fréttum og við vitum að gróði stórfyrirtækja verður aldrei nokkuð tíma verið meiri. Hann er bara sögulega meiri heldur en hann hefur nokkuð tíma verið. Og það er náttúrulega það sem að gera þetta svo óaðlaðandi allt saman og líka svo sér maður auðvitað þannig eru menn með 3-4 milljónir á mánuði sko að berjast við fólk sem er með undir 400.000 krónum jafnvel á mánuði. Sko það er tífaldur munur. Sem er tekin sko svo stór, svo mikli skattar af. Það er engar bætur sem koma sem voru á tímabilum áður, barnabætur, vaxtabætur og slíka bætur. Það er ekkert sem að svona en það sem að kannski stjórnvöldin gæti gert núna, þessi ríkisstjórnin gæti gert, það væri náttúrulega að koma með einhvern pakka, sko bjóða, þú veist, bara hækkun barnabóta, tilfærslur í skattkerfinu, hækkað skattleysismark fyrir láglaunafólk, hátekjuþrep á hálaunafólk, það gæti komið með einhvern svona pakka sem innleggi umræðuna og bara til að reyna að liðka fyrir þessum samningum. Það er svarað þessu með að segja að við erum búin að því. Já, þau eru náttúrulega ekki búin að ganga kannski nógu langt í því, þau gætu gert betur. Og eitt af því var það að þau ætla að halda áfram að hugsa leigubremsu sem þau lofuðu 2019. Og svo er náttúrulega alltaf þetta tilsvar hjá stjórnmálamönnum sko í dag, ég veit ekki hvaða ósiður þetta er í hver skipti sem eitthvað kemur upp að það er alltaf, já við skulum skoða það, nú er rétt að skoða málið, en það er aldrei neitt gert sko. Áætlun liggur ekki fyrir. Nei. Það er svo komið í ammæli og segja að þú veist að ég er ekki mikið öf en ég er svona íhuga. Já. Alla leiðina hérna upp á bústíðin var ég að íhuga hvað ég ætti að gefa þér en ég kom ekki með neitt. Herðu, það var í vikunni, þá komu hérna fréttir traust á stofnunum samfélagsins og þá dunkar Alþingi niður aftur. Kannski er þetta það að við erum bara komin í normal ástand eftir COVID, það reisa þess upp í COVID. Og þetta er náttúrulega að 25% þjóðarinnar beri traust til löggjafarsamkomunnar er ástand sem að við þurfum að fara sko mjög austarlega í Evrópu og mjög bara yfir miðræðið til að finna það næs. Hvað er þetta með íslensku þjóðina? Af hverju erum við svona ósátt við stjórnvöld? Það er vegna þess að fólk finnur ekki að stjórnvöld sé að vinna, sko það finnur ekki fyrir hvað maður að segja, föður og móður hlutverki stjórnvalda, þú finnur ekki fyrir því. Það eru fréttir hér daglega vandræði, heilbrigðiskerfisins, innviðar hrun, sko í COVID rís traustið upp vegna þess að þá verður fólk vart við aðgerðir stjórnvalda sem miðast við eitt tiltekið málefni og fólk áttar sig á því að það er eitthvað svona skynjar, það er eitthvað svona umhyggju, eitthvað sem að já, þau eru að vinna í mína þáu, ég kaus þetta fólk, en sko í þessum sem þú kallar normal ástand, þá er bara innihaldsleysið allsráðandi.
Ég hef alltaf ægilega erfitt með þessa spurningu. Ég var fegin að hafa aldrei lent í svona úrtaki. Sko. Ég myndi bara segja, hvað meinaru? Af því að setjum sem svo að hér væri sjálfstæðisflokkurinn í hreinu meirihluta og stjórnaði og hrindi öllu í framkvæmd sem hann dreymir en gerði það óaðfinnanlega vel samkvæmt lýðræðinu. Gæti ég sagt að ég treysti ekki því Alþingi? Væri ekki traustilegs? Að því að mér finnst eiginlega svarið ætti að vera, já, ég treysti þessu Alþingi. Alþingi að gera það sem það á að gera. Mér finnst þetta bara eiginlega alveg bara ómöguleg þraut að svara þessu spurningu. En það sem hjálpar manni er að það er spurt aðra stofnanir og maður sé svona eitthvað skala og svo er samskonar spurningu spurð út allan heim. Já. Og þegar að Norðurlandabúar, að þú ert að tala hvernig almenningur horfir á samfélag, þá sér maður bara á Norðurlandunum lítur fólk á að ríkið sé okkar. En á Íslendinga bara gera það ekki. Nei. Það er bara, og það er alveg rosalega munur á því. Þú veist hvernig það er að heyja stjórnmál og annað slíkt í ríki þar sem að almenningur hefur bara ekki trú á stjórnmálakerfinu. Þessi atburðarás sem er í gangi núna, hún er svona, hefur ákveðin að kalla svolítið á við hrunið. Þar er yfirstétt búin að fara fram með alveg ótrúlega svívirðilegum hætti í reyndar dulið þangað til að allt hrundi í 10 ára eitthvað, 10-20 ára og þá náttúrulega féll þetta allt traust niður undir frostmark, sko. En það er þar ennþá. Já, ég held að það sé... Það fór í 30%, það er í 25 núna. Já, og svo erum við núna með krísu sem kallast á þessa krísu. Þetta er árás yfirstitt, nú er þetta bara yfirlýst árás yfirstíttarinnar á verkalýðinu. Þetta er þeirra búsáttarbylting. Þetta er kannski... Öfu búsáttarbylting. Fram þjáðir menn í 1000 löndum, ekki þjáðir. En það ekki þess að við erum að horfa á það er nú alltaf dreifst reglulega því sem að Warren Buffett sagði auðvitað stéttastríð í gangi og mín stéttar að vinna, sagðan. Er þetta ekki bara það sem er í gangi? Stéttastríð í gangi, Þorgeir? Já, ég meina það er svolítið bara einhvern veginn sumuleyti bara, já, augljóslega og við bara höfum ákveðið að skilja samfélagið öðruvísi heldur en út frá því við erum búin að vera sammála um það svona nokkurn veginn ansi lengi að við séum hætt að hugsa svoleiðis hluti og það er ægilega dónalegt að tala um þá og svo bara allt í einu flettist það allt saman frá þegar við horfum á atburðarás eins og núna jú. Já, það var sagt að það væri sigur djöfulsins að velja fólki trúum að það er ekki til. Það er þarna. En núna, það er eitthvað við þetta, bara hvernig tónnin og hvernig ákvarðanir eru sem eru svona ákveðnari heldur en hefur verið áður. Það er svolítið eins og bara Margaret Thatcher sé allt í vöknuð eða eitthvað. Það er eitthvað svona stemming í þessu. Og þá langar maður að spyrja, sá sem að hegða sér svoleiðis í stríði, stéttabaráttu, hann hlýtur að meta það svo að andstæðingur sé veikur fyrir. Ég held að það sé vanmat, ég held að andstæðingur sé ekkert veikur. En á hverju metur hann að það sé veikur? Það er bara, ég veit ekki, hann kannski metur það þannig, þú veist, ég held að það sé alveg ekkert að meta á annan hátt, sko. En til dæmis, ég bara nefna kergjun sem kemur upp þegar SGS semur við atvinnurekendur svona, eins og ég segði á hann, lágar kaupakannir. Þá kemur upp kergja hjá eins og róttakari partinum hjá Eflingu, sko. Vaff er labbað út af þeim samningi. Já. En samt var haldið áfram, sko, semja. Þó svo að Vaff er rauk út úr því, það var í samfloti með þeim. Já. Og þeir sættu sig ekki við þessa niðurstöðu. En samt var gengið frá samningunum. Og því þröngva svo upp á Vaffer og svo að það þröngva upp á Eflingar. En svona setup, ég meina það, fólk sætti sig ekki við svona, alls ekki fórustu Eflingar, ekki síst þegar fórustu Eflingar er búin að taka til heimi á sér og hefur öflugt bakland, bæði þegar skrifstofa með almennings. En svo er náttúrulega eitt í þessari deilu sem er svolítið bleikifyllin í búðinni sem að má bara í herbygginu sem að má kannski ekki nefna, en þetta er allt blandið, finnst mér, kvenfyrirlitningu. Já. Og bæði orðræðan Sólveigu Önnu og samstöðu skorturum sem hún hefur fundið fyrir líka meðal kvenna sem er mjög eiginlega rannsóknarefni en ég hef svolítið verið að skoða orðræðuna sem hefur beinst að henni og bara verið að reyna að skoða þetta svolítið bara sem þjóðfræðingur og íslensku fræðingur hvað og mér finnst þetta svolítið ríma við rannsóknir sem hafa verið gerðar á
orðræðunni hérna til dæmis kvenrithöfunda fyrr á öldinni og á síðustu öld, að það var allt önnur umræða þær sko, og svo sá maður til dæmis þegar stjórnmálakonurnar fóru að láta að sig kveða undir lok síðustu aldar, að það var talað útlit þeirra og göngulag og það var talað skapgerð og skapbresti og þær voru geðveikar og frekar og allt þetta. Og hérna, þetta er svona orðræða sem að mjög oft beinist gegn konum ef þær standa eitthvað stær stífar, standa fastar fyrir. Og svo er náttúrulega Sólveig Anna mikill, sko, hún er ræðuskörungur og kemur vel fyrir sig orði og er mjög beinskeytt. Ég reyndar ekki, hún á það til að verða persónleg, það kemur fyrir, en það er mun sjaldnar heldur en úr hinum herbúðunum. Og sko orðræðan bæði sem sko, svo eru atvinnurekendur alltaf að verða orðljótari og orðljótari eftir sem að deilan magnast og hún er smættuð, henni líkt við barn í sælgætisbúð sem getur ekki lengt gleði sinni þegar fyrsta verkfallsboðinni var samþykkt, að sjálfsögðu var hún glöð auðvitað að því skildi kon ekki brosa ef hún nær árangri í einhverju. En svo var hún líka í hópi með félögum sínum. Með félögum sínum, sigur reif með sínu fólki og sko menn verða bara að horfast í augu við það, hún er foringi fyrir sínu liði, hún er með fullt umboð og hún hefur sínu hlutverki að gegna og berum virðingu fyrir því, þó ekki sé annað. Og við sýntaði öllum þessum atkvæðagreiðslum með verkfallið að hún nýtur bara stuðnings og trausts síns fólks og svo er þetta náttúrulega eldklár kona augljóslega og hún er ekkert barn eða lamb að leika sér við og það þurfa menn líka bara svolítið að fara að taka með inn í myndina. Ég vil sko nefna í þessu sambandi að það er ákveðin hópur feminista sem að hefur svona tekið aðstöðu gegn henni. Já. Og það er einn góður maður, Þór Sari, hann kallar það tækifærisfeminista. Ég finnst það ágætis orð. Já, það sýnir líka svolítið sko hvernig kvennabaráttan hefur svolítið, hún er líka farin að fletjast svolítið út á grundinni, sko, frá því að vera í raun og veru stéttabarátta hálfpartinn, því að konur litu á tímabili á sig sem stétt í samfélaginu. Kvennabaráttu, stéttabaráttu og stéttabaráttu og kvennabaráttu. Já, það hefur, sko, en nú er þetta farið að fara út í allt aðra hluti og óskylda og feministar jafnvel farnir að koma fram og segja, já, það er engin skylda að styðja Sólveigu Önnu. Og þá til dæmis hnykkti mér við, verulega, þegar ég sá bara frægan feminista sem sjálf hefur röklast undan mjög óvæginu umræðu. En það er samt gerð krafa að konur standi með öllum svona fyrirmennum sem eru konur? Og stjórnmálafólki sem að verður fyrir árásum, þá er gerð svolítið krafa á konur að standi með konum. Konur eiga að standa með konum, þú veist, þær þurfi ekki að vera sammála alla hluti, en ef að konur er að berjast fyrir aðrar konur, eins og til dæmis Sólveig Anna er að gera, hún er með stóra kvennastétt, að þá finnst mér bara skylda íslenskra kvenréttindakvenna og feminista að standa með henni. Og við eigum ekki að vera að hafa neina skoðanir á hennar stílbrigðum eða hennar skapsmunum eða hvernig við höldum að hún sé. Hún stendur þarna með öll spjót á sér, manneskjan, hefur við ofureflað etja og íslenskar konur eiga að standa með henni, eða kalla sig feminista. Sorgir, þú er ekkert við þetta bæta. Ég þótt að spyrja öðru að því að þetta er kvennfyrirhending. Er ekki líka í þessu ákveðin svona útlendingaandúð hópurinn sem er verið að senda heim? Er líklega 60% innflytjendur. Það er ábyggilega ansi útbreytt að finnast þetta ekki skipta sem því nemur minna máli að það sé komið sómarsænlega fram við þessa stétt. Þau eru svona meira hissa þegar bílstjórnir fóru í verkvall og svona fóru að tala við þá allt öðruvísi af því það eru hvítikallar. Já, það verður svona svolítið annar tónn í því og það er auðveldara að tala við þá og spyrja þá út í það hvernig þeir hafa það og hvað skoðandi þeir hafa á þessu. En það var svona, eins og ég sagði á hann, það var þarna allt í einu í fréttunum áðan. Birtist fólk og tjáði sig og talaði hvað það veri erfitt að vera einstæð móðir í svona starfi af því að ef þú ert með barn þá getur ekki tekið að þér annars starf til þess að hafa í þig og á. Getur ekki verið í tveimur störfum. Talandi einmitt þetta viðhorf til útlendinga, það ég held að það geti líka verið svona dulið, svona skeytingaleysi gagnvart erlendu vinnuafli. Mér er mjög minnistætt
þegar ég þetta nú gamansaga en það í henni mjög alvarlegur undirtótt. Mér mjög minnistætt þegar ég var að fara í framboð á sínum tíma og fórum héruð vestur á fjörðum og kem þar í ónefnt útgerða fyrirtæki og þar horfir eigandinn á mig raunamættur og sér, hér vinnur ekki nokkur maður lengur. Þetta eru allt útlendingar. Og þetta segir svolítið mikið. Herðu, en þetta eru stéttaátök og þau eru komið fram og þetta ekki, þetta er ekki glemt upp páskana. Nei, þetta er svona átöki sem við höfum eftir að sjá bara næstu misseri, eða ekki? Sko, ég hafði alltaf tilfinningunni sko að það væri stjórnarandstaða í þessu landi, stjórnarandstaðan væri einhverstaðar í grendu Eflingu og sem sagt, nú það að koma fram, þetta er andstaðan, þarna safnast saman í eitt brennipunkt fjöldarhreyfing sem að berst fyrir því að láta til sín heyra og þetta er grundvallar atriði í lýðræðisríkjum, svona virka lýðræðið, þetta er lýðræðið að tala og það ef að það verður sko, mér langar að vitna í George Lucas, hann er ungversku marxisti og hann vakti mikla reiði eftir síðari heimsstyrjöld þegar hann greindi Bandaríkin sem sko hálffasískt ríki út af hvernig stjórnkerfið hversu ólýðræðislegt það er og þetta er greinilega eitthvað í þá áttinu sem að íslensk atvinnurekendur og yfirstétt ætla sér að gera, þeir ætla að lama þá möguleika eins og er búið að gjörsamlega lama í Evrópusambandinu að fólki geti látið í sér heyra af krafti og geti þá beitt þessum rétti sínum og einhver mikilvægasta hluti af lýðræðislegum réttindum hvers ríkis er að fólk fái að gera verkfall, ekki satt? Og það hefur verið, það er svo furðulegt, það kemur svo á mann þegar er farið að gera athugasemd þennan grundvallaður lýðræðisrétt af hálfu viðsettinnar. Og sem sagt, þannig að sko bara hér erum við að tala um algjör grundvallar átök það hvert landið stefnir, sko, ætlum við að fara á að halla undan fæti stöðugt niður, minni réttindi alþýðu, minni tillit yfirstéttarinnar og fyrirtækjana tekið til almennings eða á að fara að reyna að reisa við svona þetta kerfi sem við þekktum hér sem erum ákveðið gömul og var þó talsvert mikið skárra. Samfélag var byggt á. Já. Sem var byggt sko þegar Íslendingar voru að koma út úr sárustu fátækt, út úr bandasamfélaginu sko í byrjun 20. aldar þá setja þeir á sko almannatryggingakerfi og komið heilbrigðiskerfi, stofna háskóla, byggja þjóðleikhús, þessi örsnöða þjóð. En núna er ekki hægt að halda við því sem áhengur Við erum ekki efna á eiga flugvél hjá Landhelgisgæslunni. Nei, þetta er mjög, þó höfum við þetta efna á því. Er þetta svona stór saga í átökum næstu missera? Þetta er ekki bólan sem springur fyrir páska? Nei, það jafnvel þó að eins og Sólveig sagði að það setja landa þessum samningum á hálfum degi og þó að sá hálfur dagur verða á morgun þá er það bara einhvers konar stund milli stríða. Það verður aldrei úr því nema skammtíma samningur, svo ég eftir að sjá hvernig hreyfingi, hvernig verkalýðshreyfingin nær aftur einhvern veginn að binda sig saman eða ákveða að gera það ekki og næsta orusta hefst. Og það er kannski efni bara sér þátt hvernig verkalýðshreyfingin ætlar að ná sér saman og hvað hún ætlar að sameinast. Því að ég tala mikið við fólk úr verkalýðshreyfingunni og því þið voru að tala svona áðan grunnkerfi samfélagsins. Það kemur alltaf niður á það að það er ekki hægt eins og til dæmis með þetta mál Eflingar að helmingurinn af neyð fólksins er afleiðing af húsnæðismarkaði. Þannig það verður að laga hann og svo getur haldið áfram öll grunnkerfin að sko verkalýðsbaráttan verður að fara að snúast að því að byggja hér upp sko samfélag sem er miðað að þörfum og almenning sko. Svo það er náttúrulega sko stóra verkefni er líka stöðva þessa vaxandi misskiptingu. Sko að því þú varst nú að spyrja áðan sko hvernig stendur á því að mönnum finnst þér hinn aðilinn svona veikur
Árni var að tala um að hérna væri vannmat. Það vegna þess að vegna þess að þetta eins og í hérna dýrabæ, svínin eru bara fitna, verða magráðugri og svo ég noti bara bókmenntalíkingu og hérna misskiptingin meðan hún fær að aukast jafnt og þétt þá versnar ástandið og það mun leiða til óhjákvæmilegra náttúrulega bara harðnandi stéttaátaka. Stóra verkefni þess að stoppa þessa misskiptingu, fara að beita skattkerfi ríkisins með skynsamlegum hætti, deila byrðunum jafnar, svo að þetta byggja hér upp eitthvað velferðarsamfélag. Við erum alveg á mörkum þess að geta talist velferðarsamfélag eins og staðan að vera með í baráttunni. Þau verða náttúrulega stjórna ferðinni. Þau verða að vera með. Þau ekki bara tala um eitthvað allt annað en á þingi. Og þau þurfa að bjóða upp á einhvern skynsamlegan valkost. Það náttúrulega gerist augljóslega ekkert fyrir en að verða næst kosningar. Það að vera með þessa tvo endapóla þingsins saman í ríkisstjórn þýðir að það aldrei hægt að tala um hugmyndir. Það útilokað. Það ekki á dagskrá. Þannig að það verður ekki á dagskrá fyrir í fyrsta lagi þegar aftur verður kosið og vonandi þá, en það hefur nú svo sem ekki alltaf verið. En ég meina svo stofnuð nefnd eftir nefnd, það alltaf byrjað upp á nýtt. Hvað búið að stofna margar auðlindanefndir til þess að komast að einhverju niðurstöðu nýtingus fiskveiðauðlindarinnar og annara þjóðarauðlinda. Búið til sátt. Og sáttanefndirnar allar. Og alltaf byrjað upp á nýtt. Þetta er sáttum og þetta eru biðleikir. Það er alltaf verið að selja almenningi sáttum þar sem almenningu vill ekki. Já, og leika einhverja biðleiki sem eiga ekki að leiða neitt af sér. Það verður að bjóða sátt við aðila sem að eru fáir en ríkir. Þetta er jafnvægið í þeirri umræðu er skakt. Það er jafnvægið eins og í kosningakerfi Samtaka atvinnulífsins. Talandi þetta með þennan fáu ríku, þá er það náttúrulega jafnvægið í fjölmiðlum líka stór undarlegt. Það sem er alltaf verið að tala við 0,1%, það fær alltaf helmingi meiri tíma heldur en 99,9%. Ég sem er svona gaman fjölmiðla með það næði ekki akkur að þetta alltaf að stilla upp dagskrárvaldið er alltaf Halldóri Benjamin og tala við hann og svo einstaka sinnum við Sólveig Önnu sem er þó með 27.000 félagsmenn. Hann er bara með einhverjar 8 ríkustu ættir landsins. Þetta er bara við höfum gleymt að lýðræðið er ekki vald peningana. Lýðræðið er vald fólksins. Já, allir eiga að hafa jafnari rétt meðan þeir hafa höfuð og hendur og fætur og geta tala en þáttur fjölmiðla er alveg mjög sérstakur en ég vil bara líka benda á að við vorum að tala áðan um eitthvað tímabil sem var áður 1992 þá var þjóðviljinn lagður af og skömmu síðar dó tíminn og bara hafa þessi blöð á sín tíma, þetta skapaði alltaf aðra aðstöðu heldur en núna þar sem að öll fjölmiðlaflóran er í höndunum á auðveldinum beinlínis og það eru 4 mokkar í landinu. Má ég slá botnin í þetta núna? Við getum talið endurist áfram því ég þarf að fara til Suður Ameríku. En þakka að kella fyrir Þorgeir, Ólína og Árni Daniel og ég ætla að fá hinga hana Hólmfríði til þess að fara með mig í ferð Suður Ameríku eftir augnablik.
Herðu, við ætlum að við Rauðaborði svona á næstunni að fara þess út í heim og skoða ýmis svæði sem að kannski ekki oft í fréttum. Ég mér ekki að fólk til mín og talar Indland og Kína og Afríku fyrir sunnan Sahara og eitthvað fleira. Og við ætlum að byrja núna á því að fara til Suður-Ameríku og til þess að hjálpa okkur að komast allar í þangað hún hinga komið Hólmfríður Garðarsdóttir. Ég kom með loftbelg. Takk fyrir. Herðu, þegar maður hugsar Suður-Ameríku, þá það svolítið þannig að sé svona pendul í álfinni, þannig að stundum sveiflast hún til hægri og stundum sveiflast hún til vinstri og öll löndin virðast einhvern veginn sveiflast saman. Þetta er það sem að mér undrar með álfinna. Getur þú sagt mér af hverju þetta er? Já, þetta kemur alveg frá bara sjálfstæðinu. Þjóðirnar fengu sjálfstæði flestar 1810 til 20 og mjög fljótlega fór að festast í sessi 2 brautir. Konservadoris, íhaldsmenn og liberalis sem voru þá konservadoris, voru landeigendur, afkomendur Spánverja, eignafólk og hinir voru liberalis og þegar að svo og þetta eiginlega svona alla 19. öldin er þetta mjög festast í sess og svona fast skipað. En frjálslyndafólki það þess að þá fólkið í borgunum, millistéttin í borgunum eða það verkalýðsbaráttan eða hvað? Já, en verkalýðsbaráttan henni vex ekki fiskunur hrygg fyrir henni upp af 20. aldar og þá kemur þar mjög öflugt þáttaka fólks þar. Liberalis voru líka menntamenn og þetta hugtak intellektual er mjög mikið notað í spænsku, alveg ég og þú værum þar, flokkuðumst einhvern veginn, kennarari, já, bara það að hafa geta gengið í skóla, hafa fengið að læra, kunna einhverja greinar og þú ert ekki endilega að vera háskólamenntaður, heldur hafa grunnmenntun og svoleiðis að og svo auðvitað smá saman eldist þáttakan íhaldsmenn auðvitað líka þeim fjölgaði að því leiti til að það var fleira fólk í öllum löndunum, fjölskylduna þeirra stækkuðu og þú fylgir svolítið þinni fjölskyldu. Svoleiðis að þessar 2 hreyfingar eru alla 20. öldina mjög 19. verða til 20. öldina einhvern veginn að skerpa áherslu sínar. Síðustu 30 árin hafa svo komið upp miklu fleiri flokkar mætti kannski kalla það en samt eru það hreyfingar frekar. Þær snúast málefni, þær snúast ákveðnar áherslur og sumar þessara hreyfinga verða að pólitískum flokkum og hreyfingarna bjóða líka fram. En það er alveg rétt hjá þér, þessi líking með pendulin. Ég nota þetta oft í kennslu málefni Rómönsku Ameríku því það verða hreyfingar fram og tilbaka. En það er líka vegna þess að það eru alltaf svo miklar væntingar þegar verða breytingar í stjórnmálum einhvers lands eða í löndum í Ameríku eða í löndunum syðst í Suður-Ameríku að þá verður stjórnmálin einhvern veginn það er svo mikið vænst hvernig segir maður, það er svo mikils vænst af þeim. Maður finnur það bara þegar maður tala við fólk frá Suður- og Mið-Ameríku að það er svo lifandi pólitík, þetta er oft svo líka tengt bara ættarsögunni og það er miklu meira svona fúlt í að tala pólitík við þetta fólk til okkur. Já, en það er náttúrulega líka því að ég ger ráð fyrir að þú hittir frekar yngra fólk en eldra sem er hér á landi til dæmis þaðan og þessi virka átaka mikla pólitík 20. aldarinnar eru þetta bara hluta þeirra persónusögu og fjölskyldusögu. Svoleiðis að, en fyrsta byltingi sem var gerð í álfunum var mexikoska byltingin og hún braust út 1910, stóð í tæpan áratug og þá verða svona þessi
átök, það verða og hún er mjög athyglisverð vegna þess að á svipuðum tíma rísa upp öfl úr suðri, úr norðri, úr austri, úr vestri. Þessi ákveðnu uppreisnaröfl í landinu voru ekkert nákvæmlega með sama hugsunin á baki nema það að steypa forsetanum sem þá var og hafði tekið sér ótilhæðilegt vald og umboð. En þegar að svo verið að reyna að koma einhverju skikki á Mexíkó í kjölfarið að þá verður þessi stóri flokkur byltingaflokkurinn tekur yfir stofnanareiti byltingaflokkurinn. Já, og hann þarna næstu 70 árin eða næstu því. Svo leiðis að en þessi pendular kúbanska byltingin hefur mikið með þetta að gera. Hún verður 59 og það eiginlega fyrsta skipti sem að þau öfl sem í alvörunni höfðu pólitískar hugmyndir að leiðarljósi, ekki bara setja einhverja stjórn frá, þau ná völdum og þá allt í henn út alla álfuna verða til, voru til hreyfingar en þær setjast allt inn og niður og segja, ups, heyrðu, jú, þetta er hægt og hvernig getur við gert þetta hér? Eins og í Argentínu verður til hreyfing í Montoneros sem að var ekki svona fjallabaráttu sveitir eins og var á Kúbu, heldur eru borgar, vopnaðar eða seljar í borgunar, já. Þetta að því að þú ert að tala landaðalinn og fólki sem áttu eigninnar og svo ertu með frjálslynda fólkið í borginni og svo vaxandi svona átök. Myndi fólk líta á þetta að við höfðum nýlendu herra og síðan kemur svona innlendur aðall og tekur yfir hans vald, þannig að við erum eiginlega í áframhaldandi svona eins og frelsistríði að ná samfélaginu okkar úr höndum landeigenda. Já, af því að þar er auðurinn og því upplýstara sem fólk verður eða minna kúað eða menntaðra og kannski spilar þetta allt saman og fer þá að setja spurningamerki við, býtu, okkur er þetta svona, okkur heldur þetta svona áfram. Ef að það fólk sem hér er fætt og hér uppalið heldur áfram þessu sama fyrirkomulagi og nýlenda herrarnir komu með og festu í sessi. Og þannig að ég set stundum upp fyrir nemendum mína töflu yfir allar einræðistjórnir og herforingjastjórnir sem voru í Suður Ameríku á 20. öld og þær eru heldur 17. Þú veist, þannig að þegar að óaldan sem að þetta sjálfsálið, vaxandi sjálfsálið gefur eða veitir að þá kemur herinn að því hann var alla 20. öldina meira og minna í þjónustu þessara íhaldssömu hefðbundnu kallveldis auðvita valdhafa. Svo slaknar á og þá rísit upp og stundun á þeirra árangri og vera gjörnir og það er mikil von að nú er alltaf verið að kjósa Obama einhvern veginn. Já. Og svo verður vonbrigðin. Já, en svo er að gerast í Chile núna. Það var náttúrulega kosin þessi ungi maður, bara 20, frekar en 20 og miklar væntingar. Hann kom úr stúdentapólitíkinni, hann var búin að vera á þinginu og er bara 30 og eitthvað smávegis og miklar væntingar til hans og svo sér maður fylgistölurnar fara niður af því að væntingarnar sem voru ekki það að hann hafi lofað endalaust einhverju og ekki geta staði við það, heldur væntingarnar það að hagur allra batnaði við að losna við síðasta forseta að það hefur ekki reynst mögulegt og þá auðvitað byrjar að krauma upp og nýtt eitthvað annað, allir að safna vopnum sínum og svo verða kosningar aftur og þá er að sjá hvað gerist. En er þetta
eitthvað sérstakt við að sé svona hort til einstaklinga að þeir komi og bjargi þessu eða er þetta vegna þess að kannski forsetaembættin eru valdamikil þannig að það skiptir máli og kannski svona skipulögð verkalýðshreyfing og svona skipulögð stjórnmálasamtök eru kannski veigaminni eða? Nei, þau eru það samt ekki. Nei, aldeilis ekki. Verkalýðshreyfingin er mjög öflug í mjög mörgum löndunum og hefur bæði sterka og mikla rödd og hefur svo þennan vettvang sem eru torg og stræti og það eru þeirra svona baráttu völlur. Stjórnmálaflokkar eru líka og í öllum löndunum sem ég hef eitthvað verið að fylgjast með síðustu áratugina að þar eru bæði flokkar sem hafa verið bara frá ómuna tíð og eru mjög svona grónir í ákveðnu hugmyndafræði og hún getur verið ýmiskonar og svo allar þessar hreyfingar sem að koma og fara og eru þá aðalega að leggja áherslu á einhver ákveðin málefni sem eru aðkallandi núna umhverfismál, aðstæðu frumbyggja, málefni kvenna og sumt af þessum flokkum festist í sessi eða það sem hefur gerst á undanförnum kosningum undanfarna 2-3 áratugi er að þeir mynda svo ákveðna svona samsteypu verður til svona samfylkingar og og þær komast sér þá saman sinn fulltrúa og fela mikið umboð í hendur viðkomandi og svo en sá þarf náttúrulega að halda síðan sama kannski frekar svona ósamstæðum hópum og hefur kannski þar leðandi takmarkað umboð þeirra á reynir og lendir í átöku við sitt bakland og og þetta er náttúrulega og líka því það er alltaf svona ekki heift heldur og það getur líka verið gleði en það er mikið lagt í þannig að fólk hrópar og kallar og grípur fram í og lætur í sér heyra og það fer mikið fyrir mörgum og ég var bara í gær að fylgjast með málefnum Perú sem hefur nú verið mjög áberandi í fréttum. Það er aldrei fólk út á götu. Já, og það er til að mis Lætt með hörku. Það byrjaði eiginlega 8. desember þegar Castillo, forseta sem var nú ekki búin að vera nemi í tæft ár sem forseti landsins og honum er steypt af stóli er sagt eða röklaðist frá völdum það er spurning hvernig þú sér það og þá byrjar strax þessi mótmæli og þau eru nú búin að standa núna í 3 mánuði og þetta fullt af fólki sem hefur fallið og nú stendur umræðan við forsetan konu sem var varaforseti sem tók við núna við völd og er að reyna að komast að einhverjum samkomulagi það hvenar kosningar eiga að verða og herinn segir að hún hafi skipað þeim að nota vopn hún segist ekki hafa gefið þá skipun en það segir okkur svolítið mikið umboðið sem forsetinn hefur valdið sem forsetinn hefur og hvað þó það séu yfirmenn hersins að þá fá þeir tilmæli frá forseta landana. Forsetin er yfirmaður hersins. Já. En svo er í Bandaríkjunum, en það er náttúrulega Trump var að senda hermenn inn í Washington á sínum tíma, að þá var það ekki, það var óvanalegt. Já. En það er alvanalegt í. Já. Þeir hafa og taka sér mjög gjarnan þetta umboð sem að embættinu felst í embættinu en svo er það auðvitað líka misjamt eins og við eigum hennan fræga kall sem var forseti í Uruguay svo lengi gamli Mujica að hann hafði einhverja allt aðra ásýnd og allt aðra orðræðu og allt aðra leið til að nálgast vald Því miður hefur ekki fengið fleiri svoleiðis. Nei, það er einhvern veginn, já. Við fengið fleiri af hinni tegundir. Já. Og auðvitað var svolítið svona brosað góðlátlega af honum, af valdhöfum annara landa, að hann væri svona afi og væri komin í það hlutverk, en þeir eru ekkert yngri margir hinna, sko. En hann var náttúrulega fyrirverandi skærulega fór ekki? Já. Og byltingarmaður? Já, og búin að vera lengi auðvitað að sko reyna að komast að því hvernig er mögulegt að gera þetta.
og svo þetta Úrugvæ öðruvísi. Þetta merki eitthvað að þetta hefði skilað ykkur árangri í honum? Úrugvæ heldur áfram að vera svona rólendis land, þar sem enginn að drepa neitt og það fátækt land frekar eða en það ákveðin svona kyrrð í kringum Úrugvæ og það hefur haldist og bara vonandi gerði það af því það nógum að vera í mörgum hinnalandana. En að því að þú er búin að fylgjast með þessu í einhver áratugi og nú alltaf þessi róstur og svona, en þokast þetta áfram? Gengur þessu löndum vel? Gengur þessu þjóðum vel? Já og nei. Neiið á við það að það ennþá rosalega stór hluti íbúðuna sem býr undir fátækamarkum og það breytist mjög lítið. Það breytist svolítið hverjir það eru, hverjir sinni, en það svo tala haggast lítið. Þannig að mikil misskipting. Það mikil misskipting. Og þetta pólitíska kerfi ræður ekki við það? Að laga það? Nei. Og það ekki góður infrastruktúr neinstaðar. Skattakerfið lélegt. Almenningstryggingakerfi í gangi, virt í öllum löndunum. En til þess að komast að því og eiga aðgang að því og halda því virku, að það einhvern veginn stofnanandi sem eiga að gera það ekki nógu öflugar. Og eins og efnahagskreppan sem núna í gangi í Argentínu verður meðal annars til þess að fullt af fólki ekki að fá til dæmis ellilífeyrisbætur. Það einhver 800.000 mann sem voru að gera uppsteyt í síðustu viku af því þau ekki fengi greitt ellilífeyrisbætur eða ellilífeyris eftirlaun. En það bara eins og eftir raun Sovétríkjanna sem hellinga gömlu fólki sem ekki fær framfærslu? Nei, já. Og það líka bara því að skráningakerfið ekki í lagi, af því að utanumhaldið ekki í lagi. En auðvitað Argentína alveg bara búin að lifa efni fram og fór á hausinn 2001 og hefur aldeilis ekki náð sér. Skuldulland og núna þegar verið að hækka vexti á dollarinn, að þá þetta yfirleitt alltaf fyrsta fórnarafið. Já. Og eins og reyndar svo koma önnur skuldulönd. Já, og verðbólgan þeirra, svo var fórsetinn í COVID-inu prentaði peninga og nú verðbólgan þeirra 70% og allt í kaldakoli og ég bara fórna höndum sem búin að bjóð þarna á sínum tíma og ég hef farið alveg gegnum eins og íbúarnir að hafa væntingar til. Það kemur ný stjórn og þau eru með plan og svo vænti maður þess að það muni ganga eftir og hlutinni batna og svo aftur og aftur. En á hverju ganga væntingar eftir? Andstæðingurinn þá hinnir auðugu sem að hafa ítöku í hernum og svona, það svo sterkur andstæðingur eða það þannig að það ekki að marka fólki sem að klifrar upp valdastegan og verður kosið og það svo svíkur það okkur þegar áreinir? Nei, ég held að sé meira bara ofur eflið, málefnin of stór til að leysa á 4 árum og það svo fáir umboð til að vera með langtíma áætlun. Þolinmæðin stutt og þá farið þegar að vinsældakannanina fara niður, þá fyrir það að grípa til ráða sem ekki góð til langtíma. Þú fyrir að fá lána fé hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum á þeim kjörum sem þeir bjóða eða sá banki býður og það bara ekki gott mál þegar fjárhagurinn hvort sem í mólum og allir innviðir í samfélaginu eru það líka eða margir. Þetta ekki fátæk lönd? Nei, þau eiga ótrúlega mikið af auðlindum. Bara allt sem þau þurfa? Þau eiga allt sem þau þurfa? Já, þau eiga það, þau eiga land og þetta þetta frumframleiðsla auðlinda þeirra helsta tekjulind. Bæði sérstaklega í landbúnaði en ekki hvað síst í námugreftri. Bara mörg landana eiga ótrúlegt magn. En það sem hefur gerðist líka á 8. áratugnum, þá voru þjóðnýttar sumar af þessum auðlindum, svo voru það einkavættar á rétt undir aldamótin þegar nýfrjálsríkjan réði lögum og lofum út allt og síðan og þá fór
allur sá auður líka í fáa vasa og skattheimtan af því eða tolla skylda af þeim útflutningi til dæmis skilaði sér illa eða fór ekki þangað sem hann átt að fara og lendi í höndunum á einhverjum sem ekki stóðu skil á því. Og ekki ennþá þannig að þessu bandarísk fyrirtæki sem hafa sterk ítöku í álfunni? Jú, þau að það og evrósk og kanadísk og svo hefur auðvitað Kína verið að koma sér frá því aldamótin meira og meira inn í útflutningur hefur vaxið gríðarlega þangað og hann orðið núna meira en til Bandaríkjana bara á síðustu árum svo leiðis að talandum pendúla eða sú vog mjög að breytast og það talið að það mun ekki það muni halda áfram frekar en hitt. En Bandaríkin munu illa þola það? Já. Þau eru undirbúið sig undir að gera Kína óvinni sínum? Já, og það mun auðvitað setja Suður-Ameríku vandræðamál eða í einhverja nýja tegund af svona spennitreyju eða pressu. Það vilja margir þarna sem að vilja frekar eiga viðskipti við Kínveri heldur en Bandaríkin. Illa brendað viðskipti við Bandaríkin. Það heyrir maður oft í Afríku að það miklu skárra eiga við Kínverjana heldur en gömlu nýlenduherrana. Já, auðvitað, og Kínverjar auðvitað ekki með sömu, þeir koma með tildulega hreinan skjöld inn. Og þykist bara verið að gera business, þau eru ekki að segja að þú að stekka millistéttina eða gera þetta eða... Nei, ekki enn sem komið við eftir að sjá hvað verður með það, og það svoleiðis núna, en þeir eru líka mjög öflugir í til dæmis námsstyrkjum og uppbyggingu menntakerfisins og sem að þá svona hvað þetta að kalla mjúkt vald koma inn með á þeim forsendum svoleiðis að en það verður spennandi að sjá hvað gerist með það því að nú talandum eins og við byrjuðum þennan pendul sem fer til hægri og vinstri í síðasta mánuði var haldið í Argentínu mikið þing samtaka Ameríkuríkja og landa í Karibahafi þar sem Bandaríkin eru ekki með CEPAL og í fyrsta skipti núna í mörg ár boðið að koma Kúbu, Venezuela og Nicaragua og þetta var svona nýtt skref og það voru það áttu mjög frumkvæði nýja fórsetin í Kólumbíu og Obrador í Mexiko sem eru svolítið svona svampar þeir eru báðir svona miðju vinstri menn en ekki þekktir ennþá allavega fyrir það sem að Bandaríkjamenn líta á sem ógn eða óþægð. Sem þessi þrjúland sem við bara tala eins og öxul í sítla eða hvað þau búa til einhverja frasa ekki þennan en skilgreina þetta bara sem svona ríki sem ekki hægt í samskiptum. Þannig að Suður-Ameríka er að bjóða að vera með. Þeir voru bjóða að vera með og þau komu frá Kúbu, forsetinn og frá Nicaragua, Daniel Ortega fór en Maduro frá Venezuela mætti ekki vegna þess að það hafði komið upp orðrómur það og enginn veit ennþá hvað til í því að öfga hægri maðurinn Bullrich í Argentínu hafi verið með eða einhverjir á hans nærum áætlanir það að gera árás á lið Maduro. Þannig að Maduro ákvað frá Venezuela fara ekki en senda varaforsetann fyrir sig. Þannig að það fóru fulltrúar frá þessum löndum og eitt af aðalmála þau ræddu umhverfismál og réttindamál frumbyggja stöðu stjórnarskráa í mismunandi löndum hvaða mál væru eiginleg eða samnefnarar í stjórnarskrám og hvað vantaði sem að var athyglisverð umræða af því það eru svo mörg þau voru svo mörg þarna og en síðan var líka lág fyrir sem sagt álygtun að beina því eða fara þess á leit við Bandaríkin að hætta viðskiptabannu við Kúbu og það auðvitað að öll löndin geti sameinast það mjög stórt skref hvort sem að verður að það náttúrulega hefur áður komið það skiptir máli að Suður-Ameríka standi saman
og á þessu sama þessum erfiðan ágrána. Já, og á sama tíma eru þeir að tala um sko sameiginlegan gjaldmiðil og Lula kom með þessa tillögu og hann kom líka með tillögu friðarumræðanar milli Úkraínu og Rússa Putin, þannig það verður svoleiðis að það kemur auðvitað og Lula kemur inn í Brasilíu með langa reynslu og mikla reynslu, hundgamall og sjóaður, þannig að það eru væntingar til hans og hann kemur strax með eitthvað nýtt útspil. Skiptir það máli fyrir stjórnmálaða fólk í Suður-Ameríku að vera með eitthvað svona pan-suður-ameríska stefnu, svipað eins og er í Araba Londonum eins og eða var, það er kannski minna núna, eins og er mikið í Afríku. Já. og þetta er líka minna núna en það er samt svona hugmyndur efnahagsbandalag Vestur-Afríku og fleira og það hefur verið og þetta skiptir máli, þannig að ef þú ert forseti Brasilíu þá ertu líka utanríkisstefnan þín fyrst og fremst Suður-Ameríku og þú byrjar fyrst þar að ná samstöðu mál sem að þér finnast skipta máli. Það er mjög illa tekið ef Lula hefði farið beint til ég veit ekki hvert Þýskalands til að gera eitthvað fyrir sig eða fyrir Brasilíu að það sé það er mikilvægt og það hafa auðvitað verið Alba er svona viðskiptasamband með Ameríkuríkja, Mercosur er viðskiptabandalag Suður-Ameríkuríkja eða syðstu landana, þannig það er þegar og það hefur oft verið reynt og auðvitað er þetta eldgömul hugmynd bara úr sjálfstæðisbaráttunni að Suður-Ameríka sé landamærin ekki alltaf einhvern veginn normal sem eru bara landamærin ganga þvert á eitthvað sem áður var eining já, þar fyrir utan sko en samt, en við höfum talað mikið misskiptingu auðs og ójöfnus sem að er eitthvað drifkraftur í stjórnmálunum það er líka frumbyggjar og þeir sem að seinna komu og það er náttúrulega misjæft hvernig og svo er náttúrulega svartir og þeir sem eru Spánverjar sem eru kannski hinum einn þetta er svona ólíkt í löndunum hvort að þetta sé raunverulegt svona pólitískt mál en það er ávið Perú allavega ekki Jú, aldeilis og það ávið mjög mörg lönd og það er auðvitað misjæmt hvað stór hluti íbúana eru frumbyggjar og það eru tilar hjá Sameinuðu þjóðanna skilgreiningar á því hvað eru frumbyggjar þeir eru taldir vera næstu 400 milljónir í heiminum flestir í Asíu og Rómönsku Ameríku en Sameinuðu þjóðirnar eru uppteknar af því að þeir eru frumbyggjar sem skilgreina sig sem frumbyggja sjálfir og þegar þú ert búin að búa í 500 ár við það að vera litið niður á þig fyrir að vera það þá vilt ekki endilega svoleiðis að leið og það er einhver blöndun í að þá eru mjög margir sem hafa fært sig frá og flokka sig, skilgreina sig, skilja sig sem mestizo, sem einhvers konar blendingja eins og við þekkjum bara frá sömum þetta var ekki bara fyrir en bara eftir 1970 sem að verður svona sterk sjálfsmynd sama að verða til og það hefur verið svolítið í Rómönsku Ameríku að það er þegar að hvað heitir hann nú sem var forseti Bólivíu þú manst hann og kannski sem misti völdin við eigum að vita þetta en allavega hann er semst fyrsti forseti álfunnar sem er af indjánaættum, frumbyggjaættum sem er kosin forseti í landi þar sem megin þorri íbúin eru frumbyggjar sem er Bólivía og það hafði gríðarleg áhrif hvort sem fólk var með eða móti því sem hann var að gera stofna indjánamálaráðuneyti og breyta mjög samsetningu í stjórnkerfi ríkisins og fjölga fólki af frumbyggjaættum sem að voru gegndu embættum og störfum í þá hins opinbera og það hafði gríðarlega áhrif bæði það og stofnun samtaka sem eru frumbyggjar Ameríku frá Alaska og niður úr og allt þetta hefur gefið aukið sjálfsmat vaxandi kröfu gerð á hendur hins opinbera
og síðan þegar að kemur núna öll þessi umræðum umhverfismál að þá koma frumbyggja fá þeir allt í einu sko sæti við borðið að því þeir vit og hafa alltaf vita hvernig á að koma fram með náttúrun og búa með henni í sátt og samlyndi. Svoleiðis að þeir núna fá aukið svigrúm, pláss við borðið, við rauða borðið eða einhver önnur borð og þannig að það eflist þeirra svona ásmegin, þeim eflist ásmegin og síðan hafa ég á eina svona uppáhaldsaði frumbyggja samfélag í Ekvador og fyrir því fyrir kollnum kona, þar sóttist Esso oljufyrirtækið eftir að fá að grafa, var búið að fá leyfi til þess frá yfirvöldum í höfuborginni, engin viss af því heima fyrir svo mæta bara einhverju trukkar þarna og með græjur og á að fara að gera eitthvað og þau sem sagt slógu skjöld þetta svæði þar sem átt að gera tilraunirnar og réðu svo til sín einhverja og fóru í mál við ríki sem þau unnu. Þannig að það þurfti að fara með trukkana út af og bara ein svona saga flýgur eins og fiskisagan út allt og eflir öðrum svona ásmegin það að gera eitthvað í sínum málum líka. Þannig að þeir verða sko ábrend og eins og í Perú sem þú beindir athygli að í norðri og suðri eru indjánabyggðirnar í Perú, auðvitað líka inn í land og upp í fjöllum og allstaðar, mikið af þeim og Castillo forsetinn sem hrökklaðist frá völdum, hann var frá bara rétt hjá landamærunum í norðri, fátækur barnaskólakennari og verkalýðsleiðtogi og kosinn og væntingar frumbyggja samfélagana til hans voru mjög miklar og svo þegar honum steypt eða hann rökklast frá völdum að þá eru það þeir svo áberandi í mótmælunum sem hafa staði núna síðustu 3 mánuði og á öllum þessum þar eru konur mjög öflugar auðvitað sko verkaskipting kalla og kvenna mjög afmörkuð kallar vinna á ökronum og í námunum konurnar bera ábyrgð á heimilishaldi matargerð og öflun matar og þegar að það skortir að þá fara þær á stað eða þegar skólum lokað eða hvernig sem það þá kemur það niður á börnunum og þær fara af stað í þá baráttu svo lesa að það ber mjög mikið á konum af indjánaættum í þessari baráttu sem í gangi víða núna. Ég gæti bara komið út mér en það Evo Morales. Auðvitað. En varðandi frumbyggjana, er þetta vald sem þeir eru að fá inn í samfélag, eða svo bara stóra samfélaginu, eða eru þeir svona eins og eyjar þar sem eru að fá rétt yfir sínu gamla landi, svo við þekkjum kannski meira frá sömum, sem baráttan þeir eru ekki raunverulega hluti af pólitík Noregs eða Finnlands, heldur snýstið það að það sé ekki vera að raska ykkur á landinu okkar og ef við eigum námuréttin og þetta er eiginlega bæði. Þeir hafa mjög víða ráðið ákveðnum svæðum og löndum en eftir því sem hvað segir maður, ásókn í auðlindirnar verður meiri að þá þeim ítt til hliðar og það hefur staðið yfir og stendur enn yfir já, það átökin sem við heyrum af og andspyrnan af því þau eru eiginlega mjög víða komin út í horn það ekki eftir og núna allaveg það geisa ótrúlega skógareldar í Chile og sem eru bara afsprengja því að það eru svo miklu þurrkar hitast í þetta sumar sem núna svona aðeins að hægja á sumrinu hefur verið sko mjög erfitt ofboðslega heitt, ofboðslega þurrt og mikið skógarelda það þýðir auðvitað ógn við mikið af þessum samfélögum
og þá hrökklastu lengur í burtu. En varðandi þá hina pólitíkina sem átök á milli þeirra sem auðinn og svo frjálslindaflokksins í borgunum og kannski verkalýðsins. Hvernig meta þau, hvernig fer svona innflytjendapólitíkin saman? Nú ekki alveg sjálfgefið að til dæmis að verkalýðurinn ætti að standa með innflytjendunum. Kannski vil verkalýðurinn bara vera... Innflytjendur meinaru frumbyggjónum? Já, frumbyggjónum. Kannski myndi verkalýðurinn vilja að þeir eru opna náma til þess að við fengjum störf. Hvernig fellur þetta alltaf saman við baráttu hinna fátæku? Nei, ekki endilega. Ekki endilega. En það er samt einhver svona samstaða og ég segi þetta, heyrðu hvernig ég hika af því þetta misjant eftir löndum. Þetta er mjög misjant eftir löndum. Ég að leggja fyrir þig óleysalegar gátur. Já, þetta fyrst að stjórnmálin hafi ekki leyst þetta í löndunum. Það er líka að svara með einu svari yfir ólík svæði og ólík lönd. Já, þetta eru mörg lönd og aðstæðnir eru mismunandi og það er svo misjaft. Guatemala, Peru og Bolívia eru þau lönd þar sem indíánasamfélögin eru fjölmennust og þar að leiðandi líka öflugust. En á sama tíma eru það í öllum þessum löndum eru þau samt jaðarsamfélög og það er fullt af fólki jafnvel af blönduðum uppruna sem finnst þau tilbaka og barnaleg og einföld og þessi trú á móður jörð og náttúruna og trúarathafnir þeirra sem eru fórnir til náttúrunar, það gert lítið úr þeim og það gerir landar þeirra líka. En á sama tíma eru hreyfingar innan landana sem að eru í samstarfi með eða við hliðina á og samstíga í baráttunni. Og það oft með í tengslu við náttúruvernd og umhverfismál. Já, það hefur verið mest áberandi núna undanfarið. Eru náttúruverndarmálin af því að það brennur á það brennur mjög á af því ásóknin, hún bara eykst. Alltaf meira og meiri. Já, og það þarf að brjóta land. Máttur auðsins sem að drífur það áfram verður alltaf meira og meiri. Já. Og það ágengið og það hefur líka komið í þessum auknum samskiptum í Kína. Kína er að biðja Rómönsku Ameríkum að rækta ákveðna tegundir af grænmeti og ávöxtum eða gróðri frekar og það þarf að ryðja skóga til þess alveg eins og þurfti og þarf við mæs fyrir beljurnar handa í kjötuð handa okkur. Svoleiðis að þetta svona ýtist alltaf út á jaðar og þetta fólk hefur ýst með eða hörfað með náttúrunni en smá saman er að koma svona andspyrna við það og hún fyrir þetta ekki þegjandi og hljóðalaust fram, aldeilis ekki. Hólfríður, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur Suður Ameríku. Bara mín var ánægjan. Við gerum þetta reglulega ætlum að gera þetta svolítið á næstu dögum og vikum að fara svolítið út í heim því það er alltaf gott að fá svona aðeins innsýn inn í aðra deildi jarðar. Það hjálpar okkur að skilja fréttirnar sem að berast þangað og ég þakka Hólmfríði fyrir að hjálpa okkur að aðeins að fá innsýn inn í Suður Ameríku og í næstu viku þá munum við tala Indland, Kína og fleiri svæði en við segjum gott í bíli en rétt á eftir að þá ætlar María og Sara að fara yfir femínískar fréttir vikunar. Þetta er augnablik.
Já, við erum sestar hérna við Rauðaborðið við Sara Stefhildadóttir og við ætlum að taka smá yfirferð fréttir vikunar út frá svona með feministaglerunum. Það hafa verið ýmsa fréttir í gangi frá Reykjavíkurborg, var þetta svona sem að hafa, Já, sem borgarfulltrúarnir voru að taka svolítið. Ég sá það sko. Sanna var hérna í einhverju viðtali í vikunni til dæmis inn á Samstöðinni og var að ræðum. Já, þau eru rosalega öflug náttúrulega. Sko, já, Sanna var að fara þessi yfir hérna stöðuna á félagslega húsnæðismarkaðnum, þar sem að til dæmis sko, mann fyrst svo sláandi bara hvað einhvern veginn Reykjavíkurborg virðist einhvern veginn ekki vera að ná að sinna skyldum sínum, gagnvart sko fólki sem að býður eftir félagslega húsnæði. Og það kom fram hjá henni að það eru 895 sem að býða, einstaklingar sem býða og 261 fjölskylda. Þú veist, þetta eru yfir 1000 manns, bara hausatalið, sem að komast ekki í skjól, þú veist, skjólstæðingar Reykjavíkurborgar. Svo má náttúrulega örugglega líka tala fólk frá öðrum sveitarfélögum og allt það, en enga síður, sko, þá, þú veist, mér virðist allavega staðan vera þannig að það heyrist rosalega mikið af þessum málum, þú veist, það sem að gengur ekkert, hvorki inn í rekur, eins og í leikskólamálum líka. Og þetta eru náttúrulega mál bara sem varða, þú veist, hérna, öryggi fólks líka og hérna barna þá líka sem að býða eftir plássum á leikskóla. En hérna, það sem að virðist ganga, það eru þarna, þú veist, lóðabraskið sem verið að selja verktökum til þess að byggja síðan þessar lúxusíbúðir. Á yndisreitunum. Á yndisreitunum. Já. Nákvæmlega, þetta svolítið sem eru síðan, þú veist, í ofanálag ég sé að heimildin hefur verið til að taka hérna smá úttekt svona með arkitektum sem hafa verið að gagnrýna sko skuggasvæði á þessum svokölluðu nýju. Þetta er allt svo þéttbyggt. Já, en þú veist, þá finnst manni forgangsröðunin eitthvað svolítið furðuleg, þú veist, þegar verið að byggja þessar íbúðir sem er að kosta eitthvað hérna 100 milljóna, þú veist, fyrir eitthvað fólk, að því þá ertu raunverulega að styðja við þá menningu á kostnað hinna, alveg klart, að þú veist, það hlýtur að vera styðja við auðvaldið. Já, þú hlýtur að geta hort á það þannig að þú ert að styðja við menningu auðvaldsins á meðan að hinnir býða. Almenningu bara býður. Já, og þeir viðkvæmistu hóparnir, sko. Einmitt. En þetta er, já, einmitt. Það eru hérna, þetta með félagslega húsnæði líka, mér finnst líka svolítið sérstakt sko, þegar Sanna til dæmis að taka upp þessi máli á borgarstjórnarfundum og fulltrúarnir í meirihlutanum koma hver og fætur öðrum og verja Reykjavíkurborg fyrir að vera þó með mest hæsta hlutfallið af félagslegu húsnæði og öllu höfuborgsvæðinu, en ekki hvað, þetta er höfuborg Íslands. Já, akkurat. Skilur, og maður hugsa bara byttu. Og hún er bara að krefja þau að gera betur, en af hverju, sko, sjá þau einhvern veginn, sko, ég skil ekki af hverju þau get ekki, sko, forgangsraðað einhvern veginn þannig og þau getur reynilega séð það, já, 5% er ekki mjög hátt ef þú berði saman við til dæmis borgir á hinnu Skandinavíulöndunum, í Svíþjóð, Noregi eða Danmörku. Skilur, ok, við ættum örugglega að gera betur og þau vita alveg, þetta vita þau alveg, skilur. Og þau vita að fólk úr stjórn húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hefur komið fram og bara mælt með því að þessi tala ætti að fara upp í 20%. Alveg rétt, já. Og þau vita það og þau hafa verið að gagnrýna sko Kóp og önnur sveitarfélög í kring fyrir að taka ekki þátt í hinum og þessum svona málum, þú veist. Já, maður spyr sér líka sko, hvaðan kemur þessi 5% tala? Já. Ef að 20% talan er og akkur ætlaðu að halda sig við þessa 5%. Akkur er það lögmál, já, einmitt. Ég var einmitt að hlusta fyrir tilvíðinu á morgunútvarp Rásar 1 í morgun, þar sem að Þórdís Lóa sem er formaður borgarstjórnar var í viðtali þar, Bogi Ágústsson var og Björn með hann í viðtali og þar komið til tal sem eitt snjómoksturinn síðastliðin vetur sem fór í algjört fíasko sko. Og hún er greinlega mjög lægin sko við að skauta framhjá, talandi með mitt eitthvað færa rauk fyrir. Ég er alltaf einhverju svona vörn, einhverju svona varnaræðu. Það bara við erum í stjórninni, það verður að gagnrýna og það er allt í fokki hérna. Já, viðtalið raunverulega, Bogi stóð sér reyndar fannst mér mjög vel við að pressa á hana, að spurja vegna þess að svörin voru
bara eins og atvinnupólitíkus, hún bara skautaði fram hjá stöðut og eins og segi bara mjög lungin við það. Svara ekki spurningunum. En það ekki, þú veist, ég meina þau stjórnmál hljóta bara að vera svolítið passé, skilur við. Þetta annar veturinn í röð, það sem svona snjómokstur sem ætti að vera bara grunn hlutverk að halda samgöngukerfi borgarinnar gangandi og þetta gerist líka hérna í nærliggjandi sveitarfélögum en þetta var alvest í Reykjavík núna og mjög slæmt í fyrra líka. Og þá tekur maður eftir eins og þegar maður ferðast með strætó og það bara eru hópar af fólki sem hverfa úr strætó vegna þess að þau komast ekki yfir hraukana. Þú veist, þú séð ekki og hættir að sjá gamla fólkið og hættir að sjá ungu mæðurnar, þú veist, sem eru líka mjög viðkvæmur hópur, sem eru með kerrur og barnavagna á þetta, eða lítil börn með sér. Þannig að þú veist... En það líka allt, sko, eins og var þetta snjómoksturinn sem að bara svo ég aðeins, sko, fara inn á það. Því ég held að það alveg rosalega algengt að til dæmis fyrirtæki, stórverslanir og svona, séu ekkert að móka heldur fyrir utan hjá sig, sko. Nei. Þannig að borgin ætti náttúrulega líka og sveitafélögin að tryggja það að stóru fyrirtækin sem rekin eru í sveitafélaginu séu að sinna sínum skildum líka eða svona ákveðnum en þetta hluti af einhverju menningu sem virðast það bara dunkast niður það er enginn að hugsa þannig að nú bara eitthvað svona ofsýnilegt þjónustuver sem á að sjá þetta og þegar enginn svarar í þjónustuverinu þá bara allir öxlum eitthvað þarf að kíkja aftur þarna í handbókina með verkferlunum já, ég veit það herðu, en næsta frétt kannski svona í framhaldi af þessari sko niðurskura stefnu hjá borginni í svona velferðarmálum þá langar með þess að fara að ræða og að því að við erum að ræða húsnæðismál líka að það hefur verið mikið fjallað útigangsfólk núna í vetur líka og núna á að fara að loka eina neyslurýminu sem til staðar við erum bara með þennan hóp fólks sem að býr vel ömulegar aðstæður og er svolítið hent út í horn. Það kom mjög glögglega líka fram í brunanum í Vatnagarða. Í Vatnagarða, já, einmitt, sem er svona úrræði áfangaheimili. Það var áfangaheimili betra líf sem er bara rekið um einstaklingi. Já, einmitt. Og minnst þetta svo tvíbent frétt, sko, hann var svolítið sárið við gagnrýninni, sko. Já. Sem ég skil að vissu leyti vegna þess að sko ég held að það sé alveg rétt það sem hann segir sko að þú veist mig grunar það sko að hann hafi kannski ekkert verið að hafa eitthvað upp úr þessu og það vilji í rauninni enginn sinna þessum hóp þannig að sko Já, hann sé að taka þetta að sér þess vegna Já, mann náttúrulega líka reka hérna húsnæði upp í Fannbergi eða Fannborg var það ekki því húsnæði var lokað af brunavörnum eða vegna skorsa brunavörnum Þannig að, hann er náttúrulega, þú veist, fúskari, það er enginn að, þú veist. Já, en þetta kannski líka bara varpar einmitt ljósi á, eflaust hérna eitthvað til í því sem hann segir, þú veist, ekki í ykkur svona einmitt til að græða því, varla. Ég minna að mista mjög hæpið. Það er mjög hæpið, ég held að þú græðir ekkert á því, sko. Já, en sem þetta... Og hann var einmitt, talaði hann að við marg leita til borgarinnar til þess að reyna að fá stuðning, svo það væri bara hægt að halda úti, sko, sólarhringsvakt í húsinu. En þessi rekstur nefnilega, þessi áfangaheimili og úrræði fyrir heimilislausa, þó að sé mikið búið að hérna, skrifa og sína fallega myndir af þessum gámahúsnæðinu eins og út í Gufunesi út á Granda og svona, ég meina eins og út á Granda þetta er nú ekki fallegt umhverfið þar þó að Gufunesi hafa átt að hafa einhverja plöntur sko, en eins og í svona úrræðum að þá er þessi áfangaheimilisrekstur hann er algjörlega útvistæður hjá borginni, viljstura, og þannig að þá missi borgin eins og sósíalistar í borgarstjórn hafa komist að hérna borgarstjórn hefur enga yfirsýn yfir húsnæðismálin sín og þetta náttúrulega fellur undir það og hérna þarna virðist einhvern veginn lausnin vera bara kannski svolítið þú veist þetta bara loka vandamálið inn í kassa sko með hurð eða bara að binda kjánan þarna út á tún þú veist það er engin það er ekkert verið að vinna með fólki Nei, það er bara verið að loka þetta eða annast það sko að því að því meina þú þarft að hugsa fólk sem að getur ekki hugsað sér sjálf og þú lokar þau ekki bara inn í gám einhvers staðar, ég meina eins og hann var hérna í viðtali maður daginn sem að hleypti myndavél inn í það húsnæði sem hann er með og hann er í bara virkri neyslu og hann er ófærum að hugsa sér sjálfur þannig af hverju Já, og svo kemur aftur auðvitað, þetta er vandamál náttúrulega líka að síðan... En það er engar stefnur heldur, sko, ég meina það eru alls konar pólisíur sem þú getur miða við. Portúgal er komið mjög langt í þessu. Já, í svona eins og skaðaminkandi úrræðum. Já, en það er einhvern veginn ekkert... En svo er þetta, við vorum aðeins að ræða þetta því ég var að ræða reyndar öldrunamál hérna við 2 konur daginn
og þá var einmitt komum við aðeins inn á þessu umræðu að sumir í heimaþjónustu og annað og þú átt í rauninni ekki að þurfa til dæmis að vinna inn á heimili þar sem einhver keðjureikir eða eitthvað svoleiðis en það er alveg hægt að það eru undantekningarnar líka og það er alveg hægt að setja kannski einhverjar reglur þannig að einhver geti farið inn á heimilið á einhverjum ákveðnum tímum og skilur, það er mögulega hægt að það verður einhvern veginn að vinna í því þó að fólk sé í neyslu, þú getur ekki bara hendi lyklinum sko. Já, að því þá, og ég meina hversu sóttreinsað það sko, ég man bara þegar ég var að vaxa úr grasi í Vesturbæ Reykjavíkur sko, þá var, þú veist, það var fullt af svona fólki sem að þú bara sérði ekkert í dag þú veist, það var maðurinn sem gekk í striðapókana með kaðalennum sem miðjan og kókbotnaglerun tala aldrei við nokkurt mann og bjó bara í ykkur svona reisi inn í porti og svo voru það voru nunnur líka það var maður sem bjó með 2 nunnum og rækka eitthvað svona trúbóð og þar ég fór stundum í sunnudagsskóla þangað þegar mamma þurfti smá breyk, maður einstæðmóðir sko og þú veist það voru alls konar svona týpur sem að eru bara ósýnilegar í dag þannig að annarkvort, þannig að það er einhvern veginn búið að útiloka þær algjörlega og reyna að þurrka þær algjörlega út úr samfélaginu og þannig að þá ertu kannski komin einmitt ég held að þetta tengist allt svo við höfum kannski ekki alveg tíma til að fara djúpt í þá umræði hérna núna Jú, það var allavega ég held að ég alveg upp í Kópavoginum líka og þar sá maður rosalega mikið skrýtni fólki það var opaslega mikið skrýtni fólki en ekki að í Kópavogi en í dag er þetta kannski bara alveg eitthvað svona hættulegt fólk Já, það er nefnilega ég held að sko sumpartinn náttúrulega reyndar held ég að í Kópavoginum litaðist það mikið að því að Kópavogshæli var og hét sko Já, og það eru náttúrulega komin alls konar betri úrræði kannski fyrir marga í dag en hins vegar að þá er kannski líka á einhvern hátt verið einmitt að íta sumu fólki út í einhvern jaðar enn fremur. Mér finnst þetta bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara líka segin saga með samfélagsmyndina, skiluru, allt sem heitir ummönnun er bara eitthvað auka. Það er bara auka. Við þurfum ekkert að vera að spá í það. Já. Það er bara að taka þetta. Það er að taka þetta. Er ekki eitthvað kona með honum? Ættingjarnir hana. Er ekki örugglega einhverja konur hana? Já, þetta er bara allir þessi ólaunaða að vinna, þú veist, og allar áhyggjur innan fjölskyldna sem að bara þessar konur eru að taka, sko. Þetta er bara, þetta er ósýnilega hagkerfi sem er hvergi mælt og hvergi metið. Þú veist. Nákvæmlega. Og þannig að það er ekkert skrítið þá að það sé allt í haug, hérna. Nei, það er ekkert skrítið. Einmitt. Heyrðu, það var önnur frétt í vikunni sem að var tíðarvörur að það hafa sérstætt verið gerðar allt og fáar rannsóknir á tíðavörum. Þetta er frétt sem að vísaði í sérstætt aðra frétt á einhverju blaði í Bandaríkjánum. Já, voru þetta viðtal við Arnar Hauksson? Já, þetta var á Vísi og það var viðtal við Arnar Hauksson, kvensjúkdómalækni og Unu Emilsdóttur, sérnámslækni í atvinnu- og umhverfislæknisfræði við Holbæk sjúkrahúsi í Danmörku. Þannig að þetta er sérstætt þannig að vera að tala um framleiðsluferli meira á vörunum og sko sérstætt og hættulega efni eða samsetningu efna í tíðavörum það eru alls konar það má finna alls konar náttúrulega plastefni og alls konar jafnvel rotvarnarefni og undarlegustu efni sko og jafnvel getur bómullin sjálf verið sko það getur verið eitthvað svona reon eða BPA eða eitthvað í bómullinni sem er einhver svona þeim þólast misvel sko allavega ilmefni þannig að það er þannig þetta er svona óæskilega efni sem ætti ekki endilega að komast í tæri Nei, og þetta hefur náttúrulega verið svo lítið kannski rannsakað eins og raunar bara heilsufar kvenna það miðast allt við svona karlmann eða karlmenn í svona heilsufarsrannsóknum voðalega mikið þannig að það er svona minna af rannsóknum sem beinast að konum og þetta kannski endurspeglar bara yfirleitt í heilbrigðisvísindum líka ég meina jafnvel líka bara í sálfræði sko svona gamla kenningar þú veist þessu svona einhverjar hegðunarkenningar og fleira ég meina þetta er allt bara mjög gömul gögn bara mjög hvít og eru svona eitthvað svona millistétt efri millistétt oft í Bandaríkjunum og þessar kenningar sem eru unnar upp og þessu bara
stýra hér heilu kerfunum, sko. Já, gera það. Þannig að og endurspegla ekkert veruleika allra hinna. Nei, einmitt. En það getur verið í þessum tíðavörum, það getur verið alveg 60-faldur munur milli merkja á svona styrk ákveðna innihaldsefna. Þannig að þau hvetja konur til að lesa innihaldslýsingarnar á pökkunum. Þetta ekki líka þá eins og í Bandaríkjunum, þú veist þarna FDA, Food and Drug Administration, það yfirvald, ég man bara einhvern tímann lasið mig til með þetta, þú veist, það yfirvald eftir að Reagan tók við og svona bara upp framrás nýfrálsíkinnar, sko, að eftir sem að leiða á hana og hún eldist, því veikara og veikara var þetta eftirlit, sko, og það hefur eiginlega ekki að jafna sig. Nei, en það held ég að það sé, sko, að sömuleyti mikið meira betur haldið utanum þetta henni í Evrópu heldur en Bandaríkjunum. Já, það er bara þannig. Þannig að ég bara fullir það. Já, það er þannig, sko. Það er þannig, sko. Þannig að það er miklu meira sem hefur verið leyft í framleiðslu í Bandaríkjunum. Af því að það er náttúrulega markmið bara, þú veist, það er, þú veist, þú átt að hafa frelsi til þess að geta grætt beinlínis. Nákvæmlega. Þannig að það voru alls konar efni, náttúrulega litarefni, þú veist, hvað var þetta gula litarefni líka, manstu? Já. Það var eitthvað gult litarefni sem var hættulegt og svo hvar varst ekki blái ópallin og eitthvað svona. Þú veist, þetta er náttúrulega afleiðing af bara svona skorti á eftirliti, eða ekki? Jú. Og það eru svona, þetta er kannski ekkert samt algengt að það séu svona einhver eiturefni í þessum vörum, en það er samt alveg til, sko. Og það eru... Og það mælst til þess að konur skoði innihaldslýsingar? Já, skoði innihaldslýsingar, af því þetta getur haft áhrif á taugakerfið, þetta getur haft áhrif á þalot, hormónakerfið. Kirtil, já. Einmitt. Já, konur gera þetta bara milli 5 og 7. Já, ég menna það er lesa innihaldslýsingar á tíðavörum. Betur gera út í búði en að lesa. Já, það er ekki tala að bæta því við. Er þetta ekki líka með alveg rosa smá letri? Jú, þannig að maður þarf að hafa lesklur. Ræðislegt, já. Þetta gerist alltaf 4:45. Já, gerist 4:45, þannig að þá ertu nú enn með fulla sjón vonandi. Jú, vonandi. Herðu. Já. Herðu, svo er önnur frétt sem ég rakst á í vikunni. Það er frétt að hún Drífa Snædal er að fara að taka við sem talskona stígamóta, alveg rétt. Já. Þannig að og það var viðtal að því tilefni var viðtal við fráfarandi talskonu stígamóta, hann að Steinunni Gyðu og Guðjónsdóttur og svona var verið að spurja hana hvað henni hefði fundist svona mest hafa breyst á þessum árum sem hún hefur starfað sem talskona. Hún náttúrulega var starfandi gegnum MeToo og allt þetta held ég. Hún byrjar hvað 2011. Já, búin að standa sér alveg frábæla. Og það verður áhugavert að sjá Drífu í þessu hlutverki. Já, einmitt. Það verður mjög áhugavert, sko. Og ég held nú að hún mun örugglega standa sér vel í þessu hlutverki, hún Drífa, sko. Hún er náttúrulega alveg með hjarta þarna, sko, líka. En já, Steinun, mér fannst athyglisvert að lesa þetta viðtal við Steinunni vegna þess að, sko, hún er að tala um að hlutinni breyttust rosalega með beauty tips. Já. Fyrst, áður með MeToo kemur, sko. Akkurat. Og þá í rauninni fara konur að sína svona samstöðu og posta. Já, þetta gerist inn í svo skrítinni grúppu. Ég man þegar þetta gerðist. Ég man bara, ég hjó eftir bara. Varst þú í Beauty Tips? Varst þú í grúppunni? Já, eins og ég sá inn á Beauty Tips, eins og þeir eru að tala inn á Beauty Tips. Varst þú inn á Beauty Tips grúppunni þegar þetta gerðist? Ekki þegar þetta gerðist, eftir á. En fórst inn á hana? Já. Sama henni, ég var ekkert á henni, sko. Nei, af því ég hef ekki átt erindin í eitthvað Beauty Tips. Nei, ekki heldur. Þannig að þetta var eitthvað mögnu. En sýnir líka með bara þrýstingin, þú veist, á því að þetta komist upp á yfirborði, sko, þessar sögur, að þetta gerist í einhverju svona grúppu. Já, einmitt. En þetta allavega var til þess að bara, þarna var bara flæðandi allt Facebook og náttúrulega bara megna Íslendingum inn á Facebook held ég að fullum fólki. Og þá sá maður bara að, svona ofboðslegur fjöldi kvenna hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi eða þekkir einhvern sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þetta var svo einfalt og flott einhvern veginn hvernig það var gert. Já. Þannig að þetta hafði rosalega áhrif og svo fara konur náttúrulega bara að segja frá meira undir nafni líka og stíga fram
og svo í kjölfærið á því, náttúrulega MeToo fara konur að safna saman líka og segja frá í svona hópum og þannig að líka það verður líka svo ljóst þetta ofbóðslega bara stóra kerfislega vandamál sem að kynferðisáreitni og já, bara andlegt og líka nýtt ofbeldi gagnvart konum í nánum samböndum og innan fjölskyldna og á vinnustöðum öllu þessu. Já, einmitt. Þannig að já, þetta náttúrulega búin að vera alveg rosalegu tími sko. Alveg rosalegu tími. Já. En svo komið svona bakslag í þetta núna af því þegar að núna bara frekar nýlega farið að greina frá nöfnum geranda og birta myndir af þeim og þá einhvern veginn fyrir að koma bakslag, segir hún. Það sjálfsögðu. Já. Og líka þú dregur sko þekkt nöfnin í þessu umræðu sem að öll þessi mannorðsmorð sem eru nú bara allir ennþá starfandi og þérna bara vel. Kanselera bara öllum. Já, ég meina einmitt þessi umræðum slaufunar, cancel culture sko. Já, akkurat. Þannig að sem eiginlega samt núna orðin, ég veit ekki, ég er með svona tilfinningu núna að mér finnst eins og það sé ekkit verið að sko kanselleringin svona hún varir í svona 3 vikur eða eitthvað. Þú veist, mér finnst þetta að vera tímin að styttast svo mikið. Já, einmitt, þetta er eiginlega ekki neitt og það sem voru umrúlega sko eins og meðan hvað heitir hann, gaurinn með gítarinn í Eyjum sem býr fyrir á Suðurlandi, Selfossi. Já, sem við munum ekki lengur hvað heitir. Ég man ekkert hvað hann heitir. Hann Ingo Veðaguð. Ingo, einmitt. Hann náttúrulega, ég meina, það var engin verkefnaskortur hjá honum. Svo skaltu nú bara passaði hvað þú segir Ingo í svona opinberri umræðu. Nú þetta árið líka já, svo meiðir það, já. Því þú ert bara kærð fyrir meiðir þegar þú segir eitthvað. Það stofnuðu Sóley Tómasar og hún Elisabeth Dýri Atla, það stofnuðu með það sem heitir Málfrelsissjóðurinn. Já. Og þar getur fólk lagt inn. Já. Einmitt, ég held að sá sjóðu sé enn starfandi, sko. Já. Sem styður konur sem lendir svona meiðirða árásum þessara manna sem hafa verið bendlaði við eitthvað misviðkvæmilegt þannig að þú kemur fram og segir frá og þá hægt að bara þá getur einhver þetta er bara taktík, ég meina og svo bara lögmenn sem að stunda það að taka þessi mál að sér þú veist og fara bara full force að einhverjum konur sem að kommentu eitthvað staðar þú veist það er eiginlega sama svona offorsið kannski og maður sér núna sko, þú veist, gagvart láglaunakonum í verkefni, í verkfalli Eflingar þú veist, að þessi það er einhvern veginn allar vélar ræstar til þess að bara kæfa þetta bara þær eiga ekki að fá að þær eiga ekki að fá að hafa neitt strúktúr til þess að verja sig, þú veist, þetta félag þetta endurspeglast á ólíkum stöðum sko í samfélaginu svona Herðu, svo kannski síðasta málið sem að ég rakst á, það var sem sagt BAFTA-verðlaunin í Bretlandi sem eru svona fræg, þetta er svona eins og Óskarsverðlaunahátíð Já, þetta er svona kvikmynda og sjónvars frægasta hátíð Breta einmitt, já, þetta er svona eins og Óskarinn einmitt Já, og þar sem sagt skrifar hún Lila Latif í The Guardian í vikunni grein, svona skoðanagrein og það sem hún segir bara hvað gerðist vegna þess að yfir netið flæddu og fjölmiðla flæddu myndir af vinningshöfum BAFTA og þetta var allt saman hvítt fólk nema kennirinn sem var svört kona Já, gat verið og þetta er sem sagt á sér aðdraganda að hún spyrir sko hvað gerist vegna þess að 2020 að þá var rosa gagnrýni búin að vera í gangi það að bara lita fólk hafði ekki aðganga á þessari hátíð og það er nú sko ekkert lítið held ég að lituðu fólki í Bretlandi Nei, enga megin þannig að og já, 2020 þegar Joaquin Phoenix er að vinna til verðlauna fyrir The Joker, þá er hann til dæmis að gagnrýnir hann bara á sviði sko, hátíðina fyrir það sé augljóst að lita fólk ekki þetta er bara hvít hátíð þetta er bara hvít hátíð og það út frá þessu fer í gang einhver svona vinna, þannig að framkvæmdastjóri hátíðarinnar fer að skipuleggja að breyta reglum kosningakerfið og félagsaðildina og annað þannig að það fer alls konar eitthvað í gang og
það var svona sett sem markmið að fyrir árið 2025 þá ætti að vera 50-50 kynjahlutfall í bara félaginu. engan asa, sko, engan asa. Þetta er þarna ákveðið 2020. Árum, sko. Við þurfum nú alveg 5 ára meðgöngutíma til þess að koma þessi kring. Alveg rólegi stráka mér. Svo bara, svo átti að vera, þetta var samt mjög svona nákvæmlega útfært, sko, 20% úr minnihlutahópum, 12% úr fatlaðs fólks og 10% úr LGBTQI samfélaginu og eitthvað svona. Já. En svo sko komin alltaf árið 2023, þannig að það kannski bara 2 ári í þetta eigi að vera svona. Þannig að þau eru ekki tekst ekki betur upp en þetta. Það tekst ekki betur upp en það er bara kynnirinn. En það, þú veist, það er bara kynnirinn, það verður vantarlega verið, höfum svarta konu sem kynni, þú veist, þetta er alveg bara svona típist svona identity politics þannig, sko. En svo svo bara vinnur enginn, svo bara að því það hugafarið er bara þannig ennþá að þetta er bara endurspeglun af þessu sama þú veist, það er kosið og þeir sem kjósa vilja bara sjá einhverja svona þetta er bara hvítar SA kveikmyndana þetta er SA kveikmyndana þetta er alltaf þannig þannig að þannig að þetta er nú ennþá svona í Bretlandi en við býðum spenntar til 2025 við býðum spenntar til 2025 og sjáum hvort að eitthvað breytist eða bara í orði en ekki borði kannski þurfa að endur útreikna hlutföllin möguleika þetta getur verið miklu flóknar en ég og þú skiljum María þeir þurfa örgulega miklu lengri tíma í þetta eflaust ég hugsa það en við látum staðan numið hér í Femínísku fréttunum í kvöld og við verum hér aftur á vikuliðinni ég minn ykkur á að þið geti læka síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube og við dreifum efninu sjálf þið geti gengið Alþýðufélagið og síðu samstöðurinnar undir nafnum Skráning verið sæl